ertu búin að kaupa nýjan svona? Octoberry. Octoberry, mér langar svo í svona. Þetta ógeðslega sniðugt. Þú hengir það á, bara, vegginn, Já. speilin eða hvað sem er. En helst þetta alveg á. Þetta helst á. Nice. En velkomin. Velkomin. Við vorum ég var að dasta í átt og svo komum við svona Octo. Sem er að horfa, þetta heitir Octoberry, þetta er algjör snill. Þetta er svona, veistu, satisfying. límir þetta á síman og þá er þetta svona, þú getur reyla límt síman á hvað sem er til að taka eitthvað svona selfie-vídeó eða... Ég væri svo hrædd alltaf að síminn myndi detta. Ég hef alveg séð það Hann hefur alveg dottið oft, sko. Okay. Já, veist, ég var alveg lent í því, skilur. Já. En vitið hvað þetta er líka snilt fyrir? Ég var náttúrulega í London, ég var að koma heim og ég var í vélina á leiðinni heim. Þá setti ég þetta á hérna... þú veist, framan á, það sem borðið er, skilur. Já. Annars helst hann ekkert síminn, skilur. Hann ég bara límt hann á. Þetta oh my god. Þetta er multi-purpose. Það er lifehack. En var ekki næs í London? Þetta var London. Eins og ég var að segja við þig. Ég fór ekki á samfélagsmiðla í 4 daga. Það er ógeðslega næs. Það var æði. Það var ekkert... Það er svo mikið frí, sko. Ég var alveg svona reynt að vera eitthvað, nú ætla ég að taka pásu, en þetta gerðist óvart, skilur. Já. Það var bara svona, gef mikið plan og við vorum bara alltaf bara jepping að spjalla endalaust. Þannig að það bara svona automatist gerðist að ég bara fór ekkert á miðlana, skilur. Já. Þannig að ég deildi nema eitthvað svona aðeins fyrir mánudaginn fyrst, skilur, því ég var komin á flugvöllin á leiðinni heim og bara skoða alla myndirnar sem ég tók og skilur, þetta var ekkert eðla næs. En það er líka bara, ég held að sé svona mesta frí að vera bara, og líka mér finnst það eigi að vera svona, ef þú veist í vinkunarferð, út alltaf í símanum, þú veist, eitthvað gekk gaman. Ég veit að samt, skilur, að maður pósta en meira kannski bara eitthvað svona, það er svo gott að vera bara, leggja síman frá og vera bara njóta. Ég held ég hef ekki áttað mig á hversu mikið áhrif þetta hefði á mig fyrir en, þú veist, ég fór sér í síman á mánudaginn og var bara eitthvað, já, ok, vá. Og vá hvað mér líður ekki vel og vá hvað ég þurfti smá breykgreinlega, sem var mjög næs. Líka búið að vera mikið að gera hjá þér, sko. Já, þannig að þetta var ógeðslega healing og næs og bara mjög very much needed, þannig það var gegga. Já, líka LXS að koma út allan í dag þegar við erum að taka upp. Það kemur í kvöld, fyrstu þáttur. Spennandi, oh my god. Ég er svo fúl og komst ekki á forsýninguna, þannig að ég er búin að sjá fyrsta þáttur. Við sýndum fyrsta þáttur, sko. Ég veit það, ég er bara svona, oh my god, en ég ætla að horfa hann í kvöld. Ég er náttúrulega með Stöð 2. Of course. Þannig ég verða, en ég var einmitt, sko. Þú var að senda á mig úr spóin. Já, ég bara, en það er svo fyndið samt, þú veist, finnst þér ekki skrítið að horfa á þetta? Þú veist, svona, finnst þér ekki skrítið bara svona að horfa á sjálfa þig, horfa á vinkonínar, þú veist, sko, mér finnst... Eða stu kannski vön núna? Ég er alveg svolítið vön, en það meira bara svona stundum þegar ég er ekki lýst vel, ég bara, ó guð, skilur, ef maður lítur kannski eitthvað svona skringilega og ég bara, ó guð, eða þú veist, einmitt að andlitsviðbröðin eða eitthvað, skilur, maður er svona, ég svo, en svo hættir maður bara að pæli, skilur, svo er þetta líka það öðru sem er vít, eða maður er bara eitthvað svona, svo er þetta bara búið, skilur, fólk er bara, ég held maður pæli miklu meiri kannski sjálfur, þú veist. Já, svona hvernig, ég held að sé líka bara samt svo, þú veist, ég svona get ekki eins og lesið, þú veist, ég les aldrei svona, ef ég fer í svona viðtöl, ég lesa aldrei, þú veist, ég horfa aldrei á neitt sem ég geri, því ég bara get ekki, þú veist, ég get eitthvað nema finnst eitthvað svo svona... Ég horfa alveg, sko. Það? Ég held að sé ljónið. Ég er alltaf bara... Let's watch me again. Ég er alltaf bara, þú veist, eitthvað svona, já, ekki viðtal, ég er bara svona, ég bara ekki eins og hvað ég sagði, þú veist, mér langar bara... Þú ert líka overthinker, smá. Já, ég er alveg overthinker, sko. Ég er bara, þú veist, ég veit það ekki. Þess vegna ég er að pæla, þú veist, eins og leikarar þegar þið fara að sjá, skilur. Já, þeir tala, ég hef heyrt það svona. Hvort það sé ekki bara svona, að maður er bara svona, uff, þú veist. Sérstaklega því þú ert ekki að vera þú sjálfur, skilur. Já, það er reyndar örugglega. Já. En þetta er, já. Já, ég er spennt að sjá. En okkur langaði ótrúlega mikið að tala viðburðin okkar sem er að fara að gerast þá í þessari viku sem að er núna, því ef þátturinn koma á mánudegi, þá er viðburðin okkar á sunnudegi. Og núna á sunnudeginn, 15. september með 66 í Faxafenni. Já. Er búðin ekki þar? Jú, það er Faxafenni og hérna... Er klukkan, hvað er maður aftur? Ég manna ekki. 11. 11. Það verður við í ferskum kaffibolla. Já, og þetta verður bara líka svona, ég var með að senda vinkonum mína bara, takk ég frá, veist, og var að útskýra, þetta er bara svona einmitt morgunstund með mömmulífinu og þetta er svona, gett svona chill vibe. Þú veist, við munum kannski einhvað bara segja svona okkar upp á svörur, en þetta er meira kannski bara,
okkur langar bara að hittast og spjalla og bara, þú veist, skvísu fyrir börnin eða vil taka krakkana með, skilju, sem er alltaf bara geggjað og við verðum held ég með líka eitthvað svona borð með okkar svona faves. Okkar uppáhaldsvörum, já, þannig það verður alveg það er skemmtilegt, já, það er skemmtilegt. Ertu búin að ákveða hverja verður? Ætla verði ekki volcanic eftirrétturinn. Nei, sko, ég er ennþá að jafna mig eftir síðasta þætt, sko. Sko, þetta var svo fyndið, sko. Oh my god, vinkunum mér sendi mitt á mig líka bara eitthvað, Ástrós, ég elskar hvað þú varst, þú ert svo ákveðin. Ég var, þetta hét handmade, skilur. Og ég var bara, hvað er guður að bulla? Ég var líka alveg bara eitthvað, ég veit ekki, ég finn ekki þess að mynd. Stundum skvís með aðeins svo mikið sjálfsöryggi. Hún var bara, ég var bara, yeah, that's what it's called. Já, en svo ertu líka samt alveg með húmor fyrir þið, sko. Nei, þú veit bara, sem vorum við bara í kasti. Ég bara, líka ég var bara, núna heitir þessu bók fyrir mér bara The Handmaid. Líka út af það gæti samt alveg verið bók og pæli í því. Þú veist, bækur heit oft eitthvað svo skrítið, skilur. Þannig ég var bara eitthvað, já, en látið okkur vita ef að mér langar svo mikið að stofna bókaklúbb. Það var með vinkonum sem sendið mér bara, getum við eitthvað, ég er svo mikið til í. Við getum verið líka bara með svona bókaklúbb innan Mömmulífsins. Það væri kannski einhver þáttur sem væri þá bókina. Bara, já, það væri mjög wholesome. Það væri mjög svona, það er kannski ekki einu bók á viku, það væri rosa. Kannski svona einn annan hvern mánuð. Oh my god. En já, mér langar líka að lesa meira. Fólk alltaf var að segja mér eitthvað geðveiku bækur og ég bara, heyrðu, þú veist. Þú verður að komast á hlusta eða lesa. Annan hvern vagnin, það er bara algjört mest. En já, ég held að sú úlpa, Svanur, já, hún er geggjað. Og flísettin, mist þau æði. Flíspisa sem ég á Nóri sem ég var að tala hún er innandir, hún er svona svo lítil með sko puttu, vitið, svona hólum fyrir puttana, þetta er fyrir þumlana. Fattar þau? Það er svo kjút. Það er ekkert eðlilega kjút, sko. Þannig að já, alveg svona, ég með nokkrar í huga, þið verður bara að koma og sjá. Já, þetta verður allan að geggjað. Þetta verður ógeðslega gaman og bara endilega komiði og bara svona ekkert stress sem, þú veist, takið þá bara krakkana með og það verður, við megum segja það núna, það verður afsláttur. Já, það verður afsláttur. 20% afsláttur. Já, 20%. Það er ótrúlega mikið. Það er svakalega mikið. Það munar mjög miklu. Sérstaklega ef ykkur vantar eitthvað, þú veist, eins og bara, ég var að mynda að hugsa, bara snjógali, eins og núna ég með 2 leikskólabörn, þetta er ekkert grín, sko. Grín, sérstaklega köpa 2 og það er 20% afsláttur er alveg. Og líka bara, þessi krakkar að vaksa rætt, sko. Þannig þetta munar að geta núna því að, þú veist, núna er bara hausti, þannig að maður kannski þarf ekkert, þú veist, margir að býða með að kaupa snjókala en núna er því miður, the winter is coming þannig þú veist, þannig það er svona að sniðut, nýta afsláttin. Það er alltaf að gulrót, það er afsláttur og við líka. Já! Og kaffi og nice. Skvæsur og eitthvað. Kollab líka, heyrðu. Já, fyrir það sem drekka ekki kaffi. Já, það verður allt í búið. Það væri kannski sniðugt. Ég er alltaf í sjokki. Fólk, ég held að þú veist, mér finnst svona margir drekka bara meira orkudrykki, fattur þau? Já, ég bæði, sko. Þú ert bæði. Þú ert svona meira the vibe, skilur. Já, það fyrir eftir hvað vibe ég er í. En á mótnana? Á mótnana fæ ég kaffi. Kaffi, það er munurinn svolítið, sko. Ég fæ mér bara 1 á dag og það er á mótnana kaffibolla. Það er bara 1 kaffibolla á dag? Já, ég fæ mér 1 kaffibolla á mótnana og ef ég fæ mér eitthvað annað þá er það kollab. Ok. Og þá er það svona, en ekki eftir 2. Alls ekki eftir klukkan 2. Eftir svefnþáttina? Eða bara eiginlega yfir höfuð, en samt svona, ég held ég hefði breytt í 2. Ég hefði breytt í 2, ég held ég hefði verið í 3-4 áður en hún kom, svo breytti ég bara 2, að ég var hvort ég er að því. Já. Það er svona yfirleitt að það fyrir eftir hvað ég er að gera, ekki nema að segja eins og þegar brjála að gera eins og búið að vera undanfæri, þá er engin stopp, ekki, og ég bara eitthvað ég er bara 5-6 bara. Það er svo erfitt að breyta, það er bara en já, það er alveg góð punktur, en mér langaði svo mikið líka núna, þú veist, leikskólanum byrjaður og eitthvað, ég er bara ég er ekkert sjóka, ég var að tala um þetta með mömmu í gær, mér finnst bara þvottur. Oh my god. Þú veist, ég var við mömmu bara, þú veist, þetta er svona verkefni sem ég finnst svo erfitt, þú veist, svona, finnst svo erfitt, þú veist, og ég veit þetta klárast aldrei, fattar þau? Nei. Ég verð smá svona, þú veist, smá svona uppgjöfstundum. Já. En maður verður að setja, þú veist, ég set svona allavega 1-2 vélar á dag, skilur og
og ég er búin að vera að nota mikið mild. Við fengum nefnilega ótrúlega fallegan pakka. Fannst það ekki geðveikur? Ógeðslega cute. Ég var alveg smá í sjokki, fengum hangklæði Ég er líka búin að kertið var ekki cute. Já, það var geðveikt. Það var æði. Þetta var, fengur sem sagt, við erum sem sagt nýr samstagsaðili sem er mild og fyrir ykkur sem vita ekki, þá er þetta sem sagt þvottaefni og þetta er, þú veist, ofnæmisprófað og þetta er svansvottað, þetta er bara eiginlega með, þetta er bara svona, þú veist, með öllum flottustu vottunum, skilur, þú veist, já, ég veit ekki hvort það er eitthvað annað þvottaefni sem er svona rosalega bara, allavega, ég er mjög hrifin að líka út að það er alveg ilm. Ég var að segja, þetta er engin ilmefni í þessu. Já, nei. Það er kostur sko. Sérstaklega fyrir litlu krílin okkar. Já. Þá er það svolítið ký. Og líka bara með umræðin í dag, ég er allan að fylgja hana efnasúpunni, þú veist, hún er alltaf að segja, þú veist, ilmefni og allt þetta er bara mjög skaðilegt fyrir, þú veist, sérstaklega börn, sko, sem er með viðkomum út, þannig maður er svona, en þú veist, svo er alltaf þetta að setja eitthvað ilmkjarnaolíur eða eitthvað svoleið sem að fíla það meira, skilur. Maður myndi kannski gera það að þú ert kannski að þú veist, íþróttaföt eða eitthvað svoleiðis, fattarðu? Einmitt. Þá getur maður kannski einhverju sett eitthvað olíu eða eitthvað, en mér finnst það samt ekki, eða ég er ekki svona lyktar endilega, ekki þvottaefni, ég frekar spreyja ég bara á mig, skilur. Já, ég er ekki svona eins og sumir eru bara eitthvað, ég er með rosa svona ofnæmi fyrir ofmikið lykt, ég verð alveg bara svona. En Nóra líka ég myndi ókslega viðkvæm í húðinu, þannig að ég þarf alltaf að nota allt bara svona mjög klín. Þá er milt æði. Þannig við mælum með og þeir voru líka alltaf bara með í dufti, en núna er þetta komið í svona fljótandi, sem ég fíla meira persónulega. En við vorum að tala svona mikið drykki á þann. Við vorum að tala collab og kaffi og eitthvað svona faves. Þá var ég með matbóð bara daginn. Og nýrsamstæðsæli hjá okkur, Vínókljúpurinn, sem við höfum báður unni með persónulega líka. Já, bara dyrka, sko. Svo cute. Og ég hef ofta verið að fá, sem sagt, rauðvínið, múka. Já, það er mjög gott. En nú var ég með, og hvít líka. Hvít. Já. Og það svo fyndið því, það var margir sem kannast við rauða múka. Og að segja allir, þegar ég býð upp á í matbóði með hvít múka, bara vá hvað, ég vissi ekki að hvað hvít það væri góð. Já, ég vissi ekki að eins og væri hvít. Hvítvín múka er, vá, hún er ógeðslega góð. Vá, hvað ég verið að smakka? Það er eiginlega bara svona one of my faves. Ok, ég líka sko. Adob líka. Já. Það er svona. Það er meira svona kannski. Organic. Já, það er svona öðruvísi væp. Öðruvísi væp. Já. En sko líka bræður mín eru sko algjör svona vín bara, þú veist, sénjar. Þannig, ég var eitthvað tíman eitthvað, þú veist, vorum eitthvað tíman með eitthvað svona heimadinner og ég var að tala um bróðum minn Símon. Og ég sagði ekki, ég er með múka, þú veist, með matnum. Og hann var alveg, ok, nice. Það er mjög gott, sko. Ég er að segja það. Þannig það er alveg svona, people know. Já, ef þið viljið gera svona vel við ykkur og líka það sem ég elska við, eins og við tengjum heldur báðar svolítið, þú veist, vín og við, það er bara svona einmitt matabóð, að hafa gaman og bara svona vera bara svona, að ég veit ekki, mistakjaðu eitt, þannig við hvetjum ykkur til núna í skammdeginu að vera með matabóð og bjóða múka. Gott múkavín, sko. Ég teka alltaf múka svolítið þegar gestir þeirra að koma, sko. Og hvað ertu með? Og Adobe er meira svona fyrir þegar ég er svona aðeins svona. Já. Það er bara öðruvísi væp. Það er alltaf þessi væp. Það er öðruvísi væp. Já, það er eitthvað neginn, þú veist, en næsa. Líka með finnst, sko, maður getur verið bara með eitthvað svona ógeðslega einfaldan pastarétt og verið sér bara með vinglaus. Þá er þetta orðið gett svona fancy. Það breytir öllu. Já, þannig við mælum með því, sko. Bara geggjaðir samstagsaðilar, sko. En við ætlum að koma okkur að þætti dagsins að því gesturinn okkar er mættur. Við erum að taka þetta fyrir gestur. Þannig að hún Lína Birgitta er að koma til okkar og við settum inn svona question box og það hefur rosalega oft komið inn stjúpmæðra hlutverkið. Það er eiginlega bara svona bara mest hvað sem að spurðu þáttum. Já, þannig að við erum ótrúlega spenntar að fá hana að tala um þetta hlutverk og alls konar hluti sem hún er búin að gera í lífinu. Það er eins og bara, mér finnst hún svona eins og hún bara að lifa mörg lífi. Já, hún er alveg reynslubolti, ótrúlega flott, þannig þetta er örugglega bara, oft erum við búin að taka upp þannig við erum bara, þetta er ekki þáttir, en ég veit að það verður geggjað þáttir, sko. Þannig að, já, bara við ætlum að fara að tóka mótinni og bara gera þessu vel.
Velkomin til okkar, Lína. Takk fyrir að fá mig. Já, við vorum svo spenntar. Já, bara úr þínu busy schedule. Það var alveg bara, hvað varst það, fundis og þetta og svo þetta. Þannig við vorum mjög þakklátar og kannski skifið tíma. Já, ég er mjög spennt yfir að vera þarna. Það ekki. Sko, þegar við vorum að svona rannsaka þig fyrir þáttinn, það ógeðslega gott. Ógeðslega fyndið. Þegar við vorum að, ég held að sé langt sem við skrifum svona langt skjál. Já, þú ert búin að gera svo mikið. Ég var alveg bara, ok, hvað ég var að segja? Athafnakona, þú varst bara viðskiptafræðingur, hlaðastýra, þú veist, fyrirtæki, eða þú ert svo ótrúlega mikið. Alveg, maður er svo mikið. Ég er búin að læra alveg svona alls konar hluti. Já. Alveg búin að vera ég held ég sé líka bara svona forvitin út í alls konar hluti og vil sjá bara svona hvað hendar. Ég er búin að læra einkaþjálfaran, var einkaþjálfari í smá tíma, hætti svo í því, fór að læra stílistan, hætti því svo, en þú veist, það nám skiptir ógeðslega miklu máli í því sem ég er að gera í dag. Það svona implementar alveg í það. Já, nýtist þetta ekki tvennt? Jú, alveg virkilega. Og svo þegar ég tók viðskiptafræðina, þú veist, ég ætla aldrei í það, ætla aldrei eitthvað í skóla, sko. En svo bara kláraði ég það með Sólrúnu vinkonu minni. Já, og það er búin að nýtast mér líka rosalega mikið í þegar kemur fyrirtækjarekstur. Já, einmitt. Þannig að svona bara maður næri einhvern veginn að nýta allt sem maður hefur lært í eitthvað að því sem maður er að gera. Já, einmitt. Það er líka geggjað eitthvað neginn að ég skilu þetta oft fer maður kannski bara eitthvað í eitthvað og bara svona, akkur fór ég þetta ágært að nýtast mér. Algjörlega. Svo bara eitthvað neginn gerist lífið og þá allt í hennu bara, heyrðu, þetta er fullkomið fyrir það sem ég er að gera núna. Nema svona netakerfið og eitthvað í grunnskóla. Maður er kannski ekki beint. Netakerfi? Man ekki muni ekki til netakerfin í starffræði. Jú, rosalegilegt. Kassi með svona hnitum í Guðrún man ekki einu eftir netakerfinu, skilja. Ég er búin að blokka það út. En mér langaði líka svo fyndið að þú segir þetta. Og það mér finnst svo áhugaverst, sko, út af því ég man eftir, því að þú verður alltaf verið svona í mjög kreatív manneskja. Ég man þú tókst þátt í stíl í Hafnarfirði. Já, herðu, við erum alltaf svipum aldrei. Ég var alveg áður við byrjum að taka upp alveg, já, ég er náttúrulega svolítið eldri þú var 2 árum eldri. Já, en mér finnst það bara svo fyndið hvernig lífið er, því ég man sko eftir Línu, þú veist, ég var líka að taka þátt í stíl og fyrir ykkur sem vita ekki þá er þetta ógeðslega skemmtilegt, ég veit ekki hvort þetta sé ennþá í dag. En hvað er þetta? Ég veit eitthvað hvað þetta er. Sko svona hönnunarkeppni. Já, svona fata hönnunarkeppni og það er kannski, þemað er jörðin og við erum að skapa kannski eitthvað dress úr sem representar jörðina eða eitthvað svona minnur jörðina. Sjálf og eitthvað svona. Já, það eru annarkvort að sauma sjálf, já, við erum að sauma sjálf og búa til einhvern svona eins og gjörning í kringum það og svo er einhver sigurvegari og svo sem er sigurvegari innan Hafnarfjarðar, hann fyrir á aðalkeppnina og þá eru allir skólar í grunnskóla að taka þátt í þessu. Reykjavík það var? Já, þetta var bara út um allt land, sko. Já, þetta er eiginlega bara út um allt, sko. Og svo bara hittast allir. Aldrei heyrt í alvörunni. Nei, þú ert búin að blokkera þetta. Ástæða, ég veit ekki. En þetta var sko, mér finnst þetta líka svo geggjað því að eitt ári var eitthvað rusl og þá voru allir bara... Voru við þá að taka þátt eða? Nei, við vorum heldur jörðin. Ég var með laufblöð eitthvað límt alls þar. Þetta var svo fyndið og ég man eftir því að, þú veist, ég var bara eitthvað svona, og ég var að hugsa daginn, bara vákaði þetta og hefur að byrja að snemma að vera kreatív og bara þarna skilur sem bara svona, þú veist, bara ólingur eða badd skilur, þannig hefur bara alltaf verið bara svona einmitt, langa að gera eitthvað öðruvísi, Ég held að sko, ég hef alltaf viljað vera, draumurinn minn þegar ég var lítil var að vera svo söngkona og leikona og eitthvað svona, allt eitthvað svona kreatív, að skapa eitthvað, þú veist, mér fannst ógeðslega gaman að mála og teikna, svona skapandi. Svo langaði mig líka bara þegar ég var lítil að vera businesskona en vissi aldrei hvað var kannski inn í herbyggi bara að leika mig með businessdótum sem pabbi minn var með henni í geymslu skilu eftir að hann lokaði sínu fyrirtæki eitthvað einin í herbyggi einhverju businessleik skilu en vissi samt aldrei hvað ég vildi vera starflega að skrifa nótur og reikna saman og græja og gera og þetta og ég var með grútlega en já ég vissi ég held ég var alltaf að vita, ég myndi kannski fara á þann veg, en ég vissi kannski ekki nákvæmlega hvað það er því. Þannig að... Já, ég held að svona allan að fylgjast með þér í gegnum árin, þú hefur alltaf verið ótrúlega samkvæm sjálfur og svona algjör dúer. Mér finnst það svo áhugavert, eins og við hefur bara gert ótrúlega mikið og líka þú stofnaði náttúrulega fyrstu verslun 20 ára. Já, ég var 23. 23. Já, það 23. Line the Fine. Nei, það var Define the Line. Var Define the Line? Ég með að skrifa hérna Line the Fine. Já, það var snappið, stelpum mínar. Já, þetta er allt í rugli hérna.
ok. Þú ert svo góð í orðaleiknum, skilur. Þú ert búin að mixa þetta bara mixa þetta saman. Já, mér finnst það bara, Ok. mér finnst líka svo gaman að pæli að maður færi eitthvað nafn og það er bara búin að nýtast þér í gegnum lífið, eða skilur. En sko, nafnið að Define Line kom sko þegar ég er með vinkonum minu, við fyrir utan hagkaupisgeifunni og ég segi við hann, þetta er bara, við erum bara 19 ára eða eitthvað þarna, og ég segi við hann eitthvað, mér langar að finna eitthvað businessnafn fyrir framtíðar businessi minn, ég veit ekki nákvæmlega hvað verður, en ég vil eitthvað svona line sér inni, semst nafnið mitt, skilur, en bara line og ensku, og hún kom með þetta nefn og ég bara, vá, ég finn það, þetta er nafnið. Já, Hversu getur líka geðveikt nafn, sko. Já, ég er ána með það. En þú veist, nafnið er óslega goofy, skilur, eða þú veist, hvernig við fundum upp á því, eða hvernig hún fann upp á því. En það make a sense. Já, en það make a sense í dag og bara meiningin bak við nafni og vörumerkin í dag er bara svona allt annar. Það er svona, það er alveg svona djúpur, hvað maður segja, skilningur, nei, hvað segir maður? Já. Nei, skilningur er ekki rétt. En svona, ég veit hvað meina, það er eitthvað, en mér Það er ástæða fyrir nafninu, þú veist, það er define the line, stendur basically fyrir að þú sért að define your line. Já, djúp þýðing. Já, djúp þýðing, já, einmitt. Já. Þannig að, en þú veist, þótt að þetta byrja óslega goofy, en í dag er bara nafnið allt annað. Já. Þannig að þetta er svona að þú setur heilbrigð mörk. Þannig að það er svona kjarnin þegar kemur á nafninu á vörumerkinu. Báka það skemmtilegt. Já, mér finnst það líka bara, en líka, þú veist, en hvernig byrjaði líka bara, við erum að tala um Define the Line, skilu, hvernig byrjaði það ferðalag einhvern veginn, eða skilu? Já. Það er alveg svolítið síðan. Já, sko, ég náttúrulega byrjaði fyrst með búðina, hún héti Define the Line, ég loka henni, en hún var náttúrulega byrjaði þannig, ég var bara að selja af heildsölum, ég keipti af heildsölum og var að selja í búðinni. Hér á Íslandi? Hér á Íslandi, já. Og búðin var í Borgatúni. Ég man eftir ég kom ánga. Já, ok. Ég eftir einhvern veginn á því, þá kom ég bara heim til þín. Já, það var bara way var það ekki back. Reykjavík? Jú, var ekki bara á Grundarstýr, bara 101. Það var útskriftakjóllin minn, sko. Já, nei, sko, var frá Define the Line, já, sko. Nei, ógeðslega fyndið, þetta er náttúrulega byrjaði þar áður en ég opnaði búðina. Ég man, ég var svo hissa, ég alveg, halló, Hæ, og já. ég kannar bara við ég var Hafnarfirði, en Alveg velkomin. Mér finnst mjög haffist að ykkur að segja Reykjavík. Nei, ég bjó í Reykjavík. Já, eins og hún byggir bara eitthvað allt annar staðar. Þú bjóst í Mér Reykjavík. finnst þetta, allir sem það eru ekki úr Reykjavík, Já. eru bara, þú veist, í Kópavoginum og eru bara, já, ég er að fara í Reykjavík í dag. Ég er bara, hvað Já. Nei, hún bjó líka, sko, ekki bara Reykjavík, Hún bjó, sko, downtown, sko. Já, Reykjavík. Já, En það byrjaði nefnilega þannig að ég náttúrulega áður en ég opnaði búðina, þá var bara fólk að koma heim til mín og það var bara svo mikið sprengja og ég var líka bara eitthvað, þetta er kannski aðeins svo mikið já. aðeins svo mikið, en hann að ég var alveg bara svona, ok, ég bara hendi mér í það, byrjaði að sendi bílskúr, byrjaði að lega bílskúr, það var líka sprenging, hann ég bara svona, ok, ég fer í búðadæmið. Hann ég gerði það, lokaði þessu búðinni, tók mér pásu, fór þá að læra stílistan og einkaþjálfaran og síðan þegar ég byrja að vinna sem einkaþjálfari, þá fæ ég hugmyndina af æfingafötum og ég bara, og þá fann ég bara, þetta er rétt. Þetta er það sem make a sense. Já, bara fann það virkilega, sko. Og þá vildi ég nota, það er Define the Line. Hvað varstu gömul þegar það gerist? Það er, sko, vörumerkið var 7 ára á þessu ári Já. og ég byrjaði að preppa það náttúrulega ári áður, þannig að þetta eru, fyrir 8 árum síðan, þá byrjaði ég, En ekki að báka vel gerst samt. Já, Thank það you, er bara thank you. 8 álík, að þú veist, það er að það sé búið að ganga svona lengi, er líka geðveikt. já. En líka mér finnst svo margir, þú veist, svona, þú veist, sem er eðlilegt, byrja ykkur og svo náttúrulega bara þegar þetta verður krefjandi og það er margt, skilu, búin að fara yfir margar svona alls konar bara upp og niður, sko. Já. Þú veist, ég veit ekki hversu oft ég hef verið bara, hvað er ekki rauð líf mitt? Af hverju er þessu? Já, af hverju er ég að þessu? Og bara, það er þrýsa svona verið bara svona, á ég að hætta. Já. En ekki það er bara þegar bara, þú veist, ekki að ég sé, ekki það ég ætla að gefast auðvitað upp, en bara það er búið að vera bara svo ógeðslega mikið, en þá náttúrulega þarftu líka að fara að hagræða verkefnum. Þannig að ég er bara nýfarin að hagræða verkefnum mínum. Ég hugsa að það fá fólk til þess að, ég er búin að vera sko bara svo mikið ein í öllu, það bara þegar kemur að customer care, þegar kemur að, þú veist, email marketing, þegar kemur að socials, þegar kemur að bara basically öllu, fólk fattar ekki, fólk sem er ekki fyrirtækjarekstri, fattar kannski ekki alveg hvað þetta er mikið batteri í kringum allt, þannig að allt gangi upp. Þú ert örugglega með líka bara alla hattana innan fyrirtækisins. Já, búin að vera með það bara óslega lengi, já. Þannig að bara það, leið og ég byrja að hagra þess verkum, þá bara svona, ok, okkur gerði ég þetta ekki fyrr, en ég er samt ennþá að vilja vera í öllu, ég þarf einhvern veginn að reyna að læra að sleppa tökunum betur og fá enn fleira fólkin. Þannig að, já. En er það ekki erfitt líka, veist, en fannst þér ekki erfitt að maður taka fyrsta skrefi bara
að leyfa ykkur öðrum bara að svara tölvupóstum? Nei, bara, ég var óþolandi. Hún var líka bara, trust me. Bara ef það eitthvað þá hef ég samband við þig. Bara, ertu viss? Ég alveg hérna, ég get alveg hjálpað. Alveg óþolandi, sko. Hvenær réðstu þinn fyrsta starfsmannin? Fyrsta starfsmann bara til að sjá eins og með customer care, það var bara á þessu ári, sko. Já, bara þessu ári. En ég náttúrulega sko byrjaði, náttúrulega guð minn góður, þetta var líka sko þegar ég var að sjá alla pantanir sjálf. Að pakka inn, skrifa inn hverju einustu pöntun, þá var ég bara, nei, þetta bara ekki hægt. Af því að ég var að auglýsa vörurnar sjálf sem áhrifavaldur, þú veist, það partur á minni vinnu og þegar ég var að setja eitthvað inn, þá bara kom einhver sprenging og fólk að byrja að panta þá var ég bara, þá var þetta ennþá meiri vinna fyrir mig að því ég þarf að græða allt. Þannig að þá var ég bara, svo allt í einu var bara, þetta meikar ekki sens. Þannig ég þarf ekki að finna út úr þessu, þess vegna fer ég til Górilla vöruhús. Þannig að þeir sjá allt, þannig að þau eru bara með geggja tím þar og þau basically sjá allt, þannig að þeir eru að koma sendingar, þau taka sendingarnar upp, þau græja, setja upp í hillur, skanna inn, skanna út og bara skræja alla pantanir. Geta þeir shippa erlendis? Ertu með erlendar sendingar? Já, þeir geta sendt út. Þannig að ég þarf bara að græja samt, þegar koma pantanir erlendis frá, þá þarf ég að setja þær upp og sendi þeim fylgibréfi til að setja á. Líka talað erlendis til hamingju með New York. Já, thank you. Það kom út í gær. Já, segðu mér, Ég var að hlusta á spjallið. Já, þáttur náttúrulega kom út í dag. Hann kom inn í gær. Guri alveg, já, úps, lol. Hann bara bara inni. Endilega segja okkur. Já, sko, ég er að fara að vera á New York Fashion Week núna. Ég er að fara út helgina. Þú varst ekki síðast líka? Nei, ég var fyrir 2 árum í Paris Fashion Week. Paris, já. Ég fann line verður núna með sjó. Gekka til hamingju. Og það er hjút. Já, það er mjög stórt og ég er alveg búin að vera sko ógeðslega spennt. Já. Líka stressuð að það þurfa allir boltar að ganga. Þú veist, það er bara allt einhvern veginn að smetla. Þannig að þetta er svona allt að koma og ég held að það eru mikið létti líka þegar maður er bara komin út en location er sko sturlað. Oh my god, hvað þetta er upp á sko rooftop á bara sturlaðri byggingu og raunveginn er svona hvít. Þetta er ógæðslega flott. Það er alltaf trillt veður núna sko í New York. Þannig að ég er ógeðslega spennt. En er þetta ekki Fashion Week bara að byrja núna? Jú. Bara, hvernig ferðu út þá? Ég er að fara á laugardaginn. Þannig að ég held að sé bara allir á leiðinni til New York. Já, oh my god. Það væri til að fara. Já. Vera eitthvað svona bara, en byrju, með hvernig ferðu? Bara Gumma? Já, ég tek Gumma og svo Lilju, stjúpdóttur mína. Já, einmitt, ægin gaman. Þannig að ég ætla að taka hana með, sko, því að það er ótrúlega mikið sem þarf að gera fyrir sjóið sjálft, semst á sjódegi, en hún kemur svo með mér sem svona assistant þegar kemur að fitting day. Fitting day er semst deginum áður, þar sem að við erum að fitta fötin á mótilinn, velja mótil, þú veist hvernig við viljum hafa lúkið og allt það. Þannig að hún verður með mér í því, þannig að hún er ógeðslega spennt. Þetta er bara, hún er oft mótil hjá þér, eða ekki? Já, geðið gaman, ég er ofta að sjá hana. Já. En hvernig er svona, ég er svo forvitin, þú veist, hvað, þegar þú situr allt í einu bara, herra, ok, ég ætla að stofna fyrirtæki. Já. Og mér langar að gera íþróttaföt. Hvað er það fyrsta sem þú gerir? Vá, sko rannsókn að vinna dauðans. Ég var líka bara þegar ég byrjaði, ég bara, já, hvað nú? Hvað ger ég nú? Þannig að þú þarf bara að fyrir þvílíka rannsóknarvinnu, reyna að finna bara framleiðendur. Ég prófaði síðanst nokkra mismöndi framleiðendur að koma af æfingafötunum til þess að panta pröfu. Já, sampúl. Já, bara sampúl af vörunum sem ég hef bara búin að skissa niður. Ég var svona, já, ég vil hafa þetta svona, ég vil hafa þetta svona. Ég ætla að prófa bara að pantaði sömu vörurnar frá nokkru mismöndi framleiðendum af því að framleiðandi er ekki það sama og framleiðandi. Þú getur fengið bara eitthvað rusl og svo getur þú fengið bara eitthvað geggjað. Þannig að þú getur ekki valið bara einhvern einn. Svo bara, já, ég ætla að velja þennan, þú hefur ekkert viðmið. Þannig að þú þarft að gera vinnuna og svo var eitt framleiðandi. Það kannski bara svarta leggings frá kannski sikkorum, þú veist, já, en ég að sjá bara efnamunin og svoleiðis. Já, en sko máli er að ég var bara búin að ákveða hvernig efni ég myndi vilja hafa og ég náttúrulega byrjaði þegar ég byrjaði í Fine, þá voru það 3 típur af buxum og 3 típur af toppum sem sett, þannig að það voru 3 sett, alveg byrjaði bara tiny, en óstan næst. Og þá byrjaði þetta sem, þetta var svona eins og snákaprint og svo var eitt marmaraprint og svo var annað, veitu, hvernig var ekki eitthvað Glacier? Jú, Glacier setti líka. Já, ég man því. Ég man svo eftir því að þetta var líka eitthvað öðruvísi. Ég byrjaði líka með mynstur, en þar ger ég til dæmis klúður til að byrja með. Að því Íslandingar elska allt svart. Já, einmitt. Ég var að gleyma auðvitað. Og ég var líka bara, já, þarna var fyrsti lærdómur minn þegar að koma fyrirtækinu. En ég byrjaði semst á því, panta öll þessi sett frá nokkrum mismunandi aðilum,
efnin, þóttu ég búin að segja hvernig efni ég vildi og hvernig þykkt og efnin ég vildi og allt það og hvernig þú veist teygjan átt að vera og svo leiðis, þá var það samt alltaf mismandi hvað ég fékk frá hverjum einum. Þannig að ég valdi bestu útkomuna. Ég bara svona, ok, þetta er framlandi sem ég greinilega fíla best af öllu þessu og það er framlandi sem ég er ennþá að vinna með í dag. Þannig að ég er óslega spennt, þú veist, spennt og það er gaman að vinna með þeim. Þannig að svona minn helsti kontakt þar allar kom til Íslands á næsta ári, þannig að það var óslega gaman. Svo ætla ég að fara út til þeirra innan 2 ára og það er líka bara svo gaman að geta sýnt frá ferlinu, þú veist, bara frá A-til-Ö, bara, þú veist, fyrir mig. Þú er að vlogga bara. Já, ég er að segja það, þú veist, bara að sína, þú veist, eins og inn á TikTok og inn á Instagram og sína bara að herði, ég er hér, þú veist, svona byrja ferlið, svona endar það og þetta er útkoman. Í Kína og Pakistan. Ég hef heyrt að það sé bara það eru bara bestu. China is my favorite. Það er líka ástæða af hverju bara meiri hlutin af vörumerkjum er að framleiða í Kína. Þeir eru snillingar, þeir geta gert allt. Og það er bara tilbúin, eða það er eitthvað svona, þeir eru alltaf tilbúin líka bara til að prófa okkar nýtt og það er bara allt ekkert mál. Við bara græðum það og ég fíla það. Geggjað. En vá hvað, mér stu eitthvað svo, ég veit ekki, mér stu svo hugrakk að hafa bara byrjað svo ung, þú veist. Hefur gert mörg svona mistök, svona viðskiptilega, eða skilu, þú veist. Já, sko fyrsta fyrirtæki mitt þegar ég var með búina, þá náttúrulega fer ég í gjaldþrot. Þannig að það var umulegt fyrir egoið, sko. Það var bara, ég grét svo mikið og ég var bara, oh my god, bara mamma, og svo hringi bróði mömmu og segir eitthvað, skila hennu til Línu að þetta er mesti skóli sem hún getur nokkuð tíma farið í. Já, og ég eitthvað svona, bara sign me out. Já, nei, ég var líka bara ég skráði ekki það sem ég vil heyra núna. Nei, sko, að heyra það þá, en í dag er ég bara, wow, kann, það er rétt. Þetta er sko að fara í gjaldþrot og ég held að allir sem hafa farið í gjaldþrot eru sammála að þetta er eitthvað sem að kennir ókslega mikið og það sem að ég implementa inn á fyrirtækjum í dag er allt það sem ég lærði frá því. Þú veist, ég passa alltaf upp á að eiga x mikinn pening inn á fyrirtækinu, kannski aðeins svo mikinn pening með að við, þú veist, hvað okkar skal vera með inn og þú borgar bara skatta því, en ég bara það brendi eftir þetta, að ég er bara ennþá að, þú veist, venda mig og fyrirtækið upp á það, þannig að ég er svona að passa upp á, þú veist, ég til dæmis búin að vera varandi með DeFi and the Lines sem er í dag, að ég hef aldrei tekið lán, mér langar ekki að taka lán. Nei. Þú veist, ég var allt gert sjálf, fyrirtækið skuldlaust. Hann að, já, ég held að það sé fyrirtækinu. Nei, en það eru búin að koma 3 tilbúð frá mismundaðinu sem ég bara, en ég finni ég er ekki tilbúin. Nei. En það er allan einn aðili sem ég væri allan þeim sem hafa komið og beðið það að fá fjárfestan í fyrirtækinu, að ég er búin að vera svona, það er einn aðili sem ég geti mögulega skoðað en ekki alveg strax. Ég finna bara hjá mér. Ég einhvern veginn, ég veit það ekki, ég hef góð tilfinningu fyrir hlutunum sjálf. Já, bara virkilega, sko. Og bara eins og það gengur bara, það er bara farið að ganga það vel núna. Þannig af hverju að fá einhvern inn þegar boltinn er axli farin að rúlla svona vel. Já, þannig að ef ég er búin að geta gert þetta allt einn frá byrjun, þannig að ég held ég geti gert það aðeins lengur, sko. Mér finnst það bara svo aðdánuvert því að það er líka, ég held að, þú veist, það er svo gott að tala þetta því að það er svo margir hræddir við að gera mistök og það er bara ekki einmitt, eins og þú segir, skilu, að lendi ykkur svona, það er ekki bara, skilu, að þú helst samt áfram, það er svo magna, finnst mér. En það er líka það sem að, sko, máli er að þegar þú gerir mistök, þá er egoið eitt bara, þetta óvant, mér langar að bakka út. En þegar þú yfirstígur erfiði sem þú ert að feysa, þá byrjar að byggja upp þetta sjálfstraust sem að maður er búin að byggja upp hjá sér, að þá er maður svona bara, wow, ég gat þetta, þá get ég þetta. Þannig að þú tekur þetta alltaf einhvern veginn með þér í töskuna sem út með á bakinu, að svona, ok, ég gat þetta, þá get ég þetta, eða kemur annað vandamál, þá bara svona, ég nenni ekki að feysa þetta, þetta sem ekki vandamál, en þá ertu samt bara svona, ok, ég gat þetta síðast, þá get ég þetta núna. Það er alltaf, eða þetta er vandamál, það eru til lausnir, það er bara, þú verður einhvern veginn að hafa þetta alltaf bak veira, sko. Vá, hvað það er geggjað. Vá. Mér elska líka öll hana collection-ein sem þú komið núna, þau geðveik. Já, ég ákvaði líka að byrja að koma með collections í staðin fyrir alltaf að vera að koma bara með svona eina og eina eða nokkrar vörur, kannski svona 2-3 vörur nýjar inn og þú veist, og bara fókusur þær, hann mér langaði að byrja meira með svona collections og svona stærri collections. Já. Og svo inn á milli að droppa kannski einn og einni vöru. Er ekki nýjasta It Girl eða eitthvað slegis? Jú, sko, það var It Girl Collection, svo kom Soft Girl Era. Collection. Ég var svo era. En mér líka, sko, ég var að skoða, þú ert komin líka bara með, sko, eiginlega bara meira en bara æfingafattar. Þetta er eiginlega bara svona lífstílsbrand. Já, alveg klálega. Og það er líka stefnan sem við erum að fara að taka. En kórið verður samt alltaf æfingaföt. En æfingaföt eru samt svo mikið þannig að þú ert líka bara að nota það
sem street style. Einmitt. Þú veist, þú ert í æfingabuxum eða bara rosalega margir eru bara í æfingabuxum úti og eru svo kannski bara einhver leðjaka við eða einhverju úlpu og svo bara einhverjum sneakers þó þú sett ekki á leiðin í gimmið. Nei, mér finnst þetta líka orðið bara svona í dag sem svo jákvætt eins og allir eru bara í sneakers að velja svona kannski þægindi en að lúkka vel fram með að vera bara að drepast skilur bara og líða óþægilega. Ég held, þú veist, ég allavega mjög, ég elska að vera bara í sneakers og bara líða vel skilur. Nei, það svo næ, sko, ég tek alltaf þægindi fram yfir óþægindi. Já, ég líka, sko, ég bara en þú Ástrós? Ástrós lætur sig hafa það. Sko, ég svo ég sá pinna hérna þú varst í London. Ég veist, Ástrós, ég zoomaði inn. Þetta eru rosalega hæglar. En sko, mér finnst þetta ekki mál. Já, þú ert alveg bara ég svona Victoria Beckham svona muni eftir það sem hún sagði með the flats og en sko ég held að þetta sé bara að koma úr dansinum sko. Já, það voru mikið þrælfun óþægindi þar þegar koma búningum og skóm og svona þú veist, ég var alltaf í 2 stærðum minna en þú átt að vera í oh my god my feet were sko bara af því þú vildir hafa og svo ógeðslega þrönga og þannig að þú væri svo ógeðslega oh god, þannig að þetta bara luxus þessi hæla voru bara luxus þetta var nice, oh my god gefa svona I'll take it en allavega mér starfa þannig en ég held að flestir séu á hinum magninu sko og þess vegna kannski þetta líka svona það ekki að margir ég meit svona hælum en mér finnst líka sko mér er svo gaman líka bara svona einhvern veginn ég veit ekki að fylgjast með að það eru breyst svo mikið finnst þér svona, þú veist hvernig þetta var, alltaf breyst mikið, en svona bara einmitt áhersluna breyst og líka bara svona þú ert greinlega búin að líka ná eitthvað en halda taktinu fyrst með svona í trendum og eðskilru. Já, maður þarf alltaf að vera með puttan og púlsinu með sem maður segir á íslensku þegar það kemur að þessu, þú veist bara eins og stefnum og þegar kemur að litum og okkur svo leiðis, þú veist eins og maður er búin að fá núna bara color-chartin sem eru fyrir, litapaletuna, maður tala svo mikið á ensku, að litapaletuna fyrir eins og fyrir næsta sumar þú veist, þá veit ég bara hvað litir er að koma þá þannig að maður er alltaf undan líka þannig að sem er óslega skemmtilegt Hvernig er það, þú veist, hvernig ert á undan? Hvernig veistu hvað er að fara að vera trendi? Hvernig þú veist Það er bara ákveðið, þetta er svo fyndið og hvernig þetta er galið þú veist, ég fekk núna í sumar litin að senda sem verða í næsta sumar þú veist, það er bara búið ákveð allt fyrirfram þetta er bara óslega fyndið ég skal sýna ykkur mynd og þið getið sett hann hérna Nei, en þú veist, mér finnst það líka svo erfitt bara verandi sko á Instagram og verandi, þú veist, eins og bara því þekki að búið til efni, stundum maður alveg svona þú veist, maður er svona ekki það að maður sé ekki að geta að reyna en maður er samt bara svona, það er alltaf eitthvað nýtt að koma og eins og bara með TikTok þú veist, maður er bara trendið þú ert ekki búin að gera það trendið á mánudegi þá er bara að missa því á föstudegi fólk er að posta núna hérna demure og eitthvað bara, heyrðu, þetta var senstu nei, ég er líka bara I'm so over you it's done en pæli hvað þetta er gal ég veit það þetta er svona svipað eins og fast fashion og ég tala um svona eins og Shein og þetta Temu þetta er bara þetta er svona fast fashion fast fashion þetta er bara galið sko hvar sækir innblástur Lína? Já, herðu, innblásturinn nei, ég skoða Instagram mjög mikið elska Pinterest sammála og svo finnst mér bara ógeðslega gaman að fylgjast með fólki og ég fæ einhvern veginn mestan innblástur þegar ég fer erlendis þá er hausinn á milljón og það er rosalega margir sem eru í svipum geir og ég þá fer heilin alveg á milljón þú er alltaf að fara í frí að þá ertu alveg ég er ekki í frí þú ert að reyna að vera í þú ert aldrei í frí sko. Þannig að en þá er hausinn alveg á milljón og þá er ég alveg bara með skjali í símanum minn bara þetta var cool svona og þannig að ég myndi segja að það er svona mitt svona mesta inspo sem ég fái það hljóma gett perralega að sitja og horfa á fólk á kaffihúsi þú ert á kaffihúsi erlendis og þú ert bara og sérstaklega svo þú ert í Svíþjóð í Stokkólmi eða eitthvað svoleiðis að þá ertu bara fólki þar, gælurnar þar Skandinavíu, maður er bara eitthvað mitt er París ég geti setið á sko kaffihúsi í París og people watcha bara tímum saman algjörlega og ég er búin að búa til heila sögum fólki og það þú komin svo langt bara þetta er hérna
Og sér líka bara alls, eða þú veist, út af Íslendingar oft bara kannski... Allir eins. Já, allir eitthvað neginn svona í því saman, þannig ég elska það, sko. Mér finnst það bara, ég geti sittið með kaffihús og bara pælt í. Það er geggjað. Þú ert líka á samfélagsmiðlum. Já. Svona þetta yndislega orð sem kallast áhrifavaldur. Þetta er svo fyndið. Mér finnst svo... Ég er orðin þægilega með þetta orð, skilju. Já. En þetta er ennþá svona stundum fyrir fólk svona, þetta er svo skrítið, en mér finnst það samt bara á Íslandi. Já. Hvernig upplifir þú það? Hvernig... Að vera, mér finnst þetta bara svona, ég vildi að vera til flottara orð yfir þetta starfsæti, en mér finnst áhrifavaldur er bara basically það sem maður er. Influencer, bein-þýðing, basically. Já, basically. Þannig að, en mér finnst ekki það þessu orði, en það væri samt, ég vildi að vera til svona flottara orð, einhvern veginn. Það er á ensku content creator. Content creator. Það er mjög flott. Mér finnst áhrifavaldur svona, við erum oft svona, það er orðið svo neikvægt. Já. Og ég veit að maður á ekki að gera, en maður er svona, Mér finnst gott að segja, ég vinn á samfélagsmiðlum. Já, ég segi það alltaf bara. Já, og hvernig vinnur þú á samfélagsmiðlum? Gera hvað? Já, ég bý til content, ég bý til efni. En þú, Líka útskýra hlaðvarp fyrir... Það er galið orð. Það er bara error fyrir eldra fólki. Það er bara error, bara hvað meinaru? Stýrur. Já. Það er bara, Fancy. En hvernig byrjaði svona þetta samfélagsmiðla ferli hjá þér? Herðu, ég byrjaði að blogga fyrir 1.000.000 árum. Það var Line the Fine. Já! There we go. Wow, hversu mikið rugglingur. Og ég var líka Line the Fine á Snapchat. Já. En svo færi ég mig yfir á Snappið. Og síðan er það Instagram. Og svo er maður bara eitthvað stundum inn á TikTok eitthvað að fylgjast með, skilur. Já. Þannig að, en já, þetta byrjaði þar. Bara blogg, Snapchat, Instagram. Og still on Instagram. Já. En þú veist, af hverju byrjaði að blogga? Hefur alltaf haft áhuga bara á... Sko, ástæðan var, ég byrjaði, hvað var þetta ekki... Ég var búin að vera að læra stílistan. Ég var með búðina. Og ég svona, mér langar að byrja á þessu til þess að vera að prómóta búðina. Og kannski einhverja vörur og svo líka bara, þú veist, hvað var inn og einhverja vörur sem ég var að prófa, sem ég var að mæla með og eitthvað. Þannig byrjaði það. Og fyrst var það náttúrulega bara einhverju 2 sem voru að lesa eitthvað, skilur. Þú veist, bara eitthvað, bestu vinkonum mína, eitthvað svoleið, skilur við. En svo var bara lesningi miklu meiri og meiri og ég var svona, þetta er skemmtilegt. Og þá byrjaði maður að prófa með svona samstörf. Þú veist, þá var þetta svo rosalega nýtt, af því að þetta var mjög nýtt þegar við vorum á Snapchat, í gamla daga. Já, hvað þá á blogginu? Já, hvað þá á blogginu. En svo þegar maður byrjaði á Snapchat, þá var hægt að sýna svo mikið fram á, þá varstu bara með tölurnar beint hérna í símanum og getur sýnt líka bara fram bara, þú veist, við getum gert þetta og getum gert þetta. En það var líka ógeðslega nýlegt fyrir fyrirtæki að sjá það. Já, þetta hefur nefnilega breyst, þú veist, að maður pæli þetta hefur breyst rosa hratt. Já, mikið. Þú veist, þetta er bara... En samt eru Íslandingar mjög hægir með að við erum. Já. Við erum ennþá, við eigum svo mikið inni og sérstaklega svo bara með hlaðvörp, podcastin, að við erum rosalega mikið inni þar. Það er rosa mikið og það er bara pláss fyrir alla finnst mér á þessum. Já, mér sammála, mér finnst mjög mikið pláss fyrir alla. Já, og það er líka bara eitthvað svona, þó að ég hlusti á þetta podcast, þá finnst mér líka gaman að hlusta á hinn 5 podcastin. Af því að þú ert svo fljótur kannski að hlusta, þú ert að taka þig til eða ert í bílnum, þú ert svo fljótur með hvert þátt. Þannig að það er bara það er bara pláss fyrir alla en það fyndið hvað Íslendingar eru hægir, þannig að við eigum ógeðslega mikið inni. Já, ég er alveg sammála og Íslendingar eru oft bara svolítið seinir á einmitt vagnin. Já, þegar er eitthvað nýtt, skilur, og líka eins og þetta podcast, það er náttúrulega orðið bara huge, núna er það svona byrja eitthvað, finnst mér svona ennþá meira, sko. Alltaf fleiri og fleiri að bætast inn sem ég geggja. Já, þú ert með podcasti, spjallið. Yes, mista ógeðslega gaman. Já, er það ekki? Jú, að þetta er einhvern veginn bara svona, við erum 3, þetta er bara svona vinkonuspjall, við erum einhvern veginn bara að tala. Basically, þú ert bara einn af hópnum þegar þú hlustar á okkur að tala. Þú reyndar talar ekki allt. Nei, en það er einmitt svo gaman þegar maður hlusta podcast. Ég var reyndar að hlusta okkur ofta að maður og svo maður bara einn heima. Já, bara hei. Vinkonum mín sagði mér þegar hún var að hlusta okkur og hún bara ég fara að svara ykkur. Já. Skilur, ég fara að vera bara nei, stelpur. Já. Og svo bara, þær heyra ekki í mér. Oh my god, líka þegar maður að segja eitthvað vitlaust orð. Ég bara... Já. Þeir sem eru svona íslensku fræðingar, þeir eru bara fróðið þetta, sko, bara, þetta alveg bara, þú veist. En hvernig, þú veist,
mér langaði líka svo mikið því við vorum að googla þig og svona sjá og Við vorum að googla þig. mér finnst svo oft svona að þú er lent oft í eitthvað svona verið svona umdeild og svona fólk eru ótrúlega mikið áhuga á þér Já, og bara, þú veist Já, og svona, ertu að tala um svona neikvæðar umfjallanir eða eitthvað svona leiðilegt? Já, bara bæði og skilur, Já. þú veist, þetta er bara svona, þú veist, akkur heldur að það sé, eða þú veist Ég veit ekki, ég er náttúrulega, sko, ef þú, það er svo fyndið, þú tekur eitthvað feilskref, ef þú gerir eitthvað, eða það er allir tilbúin til að taka þig niður, sem er ógeðslega leiðilegt á Íslandi, það er svolítið svona íslenski kúltúrinn, svona fólk er tilbúið til að taka þig niður, en samt er alveg heill her sem myndi standa uppi fyrir mér. Þú veist, ég fann eins og þegar það kom, ég man ekki hvað umfjöllun það var nákvæmlega, en þá var bara liðið sem ég þekki ekki neitt, sko, þau bara myndi fara í, sko, bara stríð fyrir mig. Já. Þannig að maður var bara svona, þá fann ég bara, ok, vá hvað margir halda samt með manni. Já. Og það er eitthvað sem að ég held í staðin fyrir að hugsa að fólk vill mér leiðinda, þegar það var svolítið orðið svona hugsuna mynstri mitt að var bara svona, ok, vill fólk mér bara ekkit vel, fattiði mig, þú veist, út af það bara verið alls konar umdeilt og bara alls konar hluti, en ég finn líka með tímanum er ég búin að loka mig meira af, ég er ekki jafn opin eins og mér langar að vera því ég er mjög opin einstaklingur og ég er bara mjög hreinskilin, þannig að ég finn alveg, ég er búin að fara meira inn í mig, sko, út af þessu, að þetta hefur slæm áhrif á mann, það gerir það, og ég passa mig að vera kannski ég bara passa mig að vera bara aldrei í þannig aðstæðum af eitthvað, að það sé hægt að nota eitthvað gegn mér á einhvern hátt, ég var alltaf meðvituð það og það er ógeðslega leiðilegt og mér langar ekki að vera þannig að ég er búin að vera alveg svona, ok, ég þarf að rífa mér úr þessu, þú veist, að koma meira út úr skelinni en já, ég hef verið tekin nokkuð sinni fyrir á svona leiðilegan hátt og það er ógeðslega leiðilegt og það hefur bara ógeðslega slæm áhrif á mann, það gerir það, virkilega og manni líður ógeðslega illa, en ég er þannig karakter að ég kannski leyfi mér að líða illa í 3 daga og svo er þetta bara, þetta er bara búið, þú slífið heldur áfram Er það ekki líka svolítið svona bara eitthvað að því fólk er að tala um eitthvað sem það veit bara ekkert Jú, það er bara Þú veist, þau veit ekkert hver þú ert Nei, já, og kannski skilurðu? og skjóta kannski, og það sem að mér finnst kannski verst er þegar einhver skýtur á mig sem persónu sem að þú veist, á mig persónulega Já. að því ég er alveg Lína Birgitta á Instagram en ég er líka Lína Birgitta real Já, Lína Birgitta. já. Og þegar fólk fyrir að skjóta mig persónulega bara á mig sem Línu Birgittu þú veist hver ég er bara inn í kór þá er ég bara svona, Það er þú ert ekki að meiða mig Já. þú veist, þú ert í alveg að meiða mig þannig að, já, mér finnst það svona það leiðilega við að vera opinber Já. að því ég hugsaði daginn, ég var eitthvað að keyra og ég var alveg, ok, ég verður bara til að enginn vissi nafnið mitt Ég veit það. ég hugsaði það og ég var bara svona, ég geti bara að enginn, ekki það ég sé að segja eitthvað svona að vita öll í hver maður er, en þið fattu hvað ég Nei, meina já. þú veist að ég væri bara til að fara ef ég færi eitthvert og ég fæ bara að vera einhver hálfviti í friði, eða hálfviti í friði, ég fæ bara, þú veist, ég er bara ekkert meðvituð um neitt, Einmitt, að það maður er ógeðslega já. meðvitaður, Það er líka því miður, svo það er ógeðslega leiðilegt. Já, ég bara, og það maður fannst bara svo áhugavert þegar maður var að googla og fólk líka bara ekkert endilega neikvæð, fólk eru bara áhuga á samböndunum, Já, það var líka vinkonusamböndunum, alveg- Jesús, sko. skilu, og það er bara rosa mikið svona, ég var bara svona, vá, hvernig er að takast alltaf á við þetta, að vera alltaf svona, þú veist, ekkert endilega, þú veist, bara þetta er ofvísli, þetta er bara tekið úr samingi, þetta er bara, þú veist, Þeir eru svolítið góðir í því Já, Já, þeir ég elska bara, það. en ég er bara svo hissa því að, þú veist, mér finnst svona, já, bara ertu með eitthvað svona bara, þú veist, ég veit ekki hvernig ég var að segja þetta, bara svona, þú veist, ertu með einmitt bara svona, það er svo flott hjá þér að vera bara, heyrðu, þetta er ekki rétt og bara, hvað segir maður? Ég held að sé meira bara það sem ertu að tala um einhverja mönturu sem að Já, læta mig ertu líða með eitthvað bara svona, hvernig tekst á við mitt eitthvað svona kjaftaði, ég hringi alltaf í þú veist, ef það kemur eitthvað um mig persónulega, þú veist, mér er ógeðslega gott til þess að heyra bara í Sólrúnu vinkonu, Sólrúnu Diego fyrir þá sem er að hlusta, sem að þekkja hana og svo finnst mér líka þegar tengist eitthvað fyrirtækjarekstri þá sem er rosalega gott að tala við Tönjur Já, þú veist, þær eru svona my go to þegar kemur að þessu þegar þær skilja, þær hafa lent í já. sama þú veist, það er annað fyrir mig að ringja í kannski einhver æskuvinkunum mína sem er ekki sama geira Nei, ég kannski tala við hana á öðruvísi hátt eða hún getur verið öðruvísi staðar fyrir mig þannig að ég fer alltaf strax, ef leið að kemur vandamál þá þarf ég að koma strax út frá mér bara ég vil koma svo út úr kerfinu mínu að því að ef ég er bara inn í haustnum á mér þá er ég bara að deyja skilju, þannig að þú verður að koma það sem er hér, þú verður að koma þig út frá þér þannig að þá tekur upp powerið að því og ég finn það, þannig að ég tala alltaf strax um hlutina og svo er ég meira bara svona, ok, ég ætla að leiða mig bara illa, þetta er umulegt bara þetta
umulegt og svo er ég bara svona, eftir kannski svona 3 daga þá er ég bara orðin svolítið góð. Ég leiði mér að vera í þessari drulli í þessar 3 daga og svo bara lífið heldur áfram. Já, svo hugsa alltaf að það er einhver annar sem tekur við. Svo hugsa næsti sem að lendur í það er einhver annar sem tekur við. Það er alltaf einhver. Ég veit að þetta er bara svo fyndimist, þetta er bara svo áhugavert og fólk svona, það er svo verði bara einhver svona ákveðni aðila sem bara fólk hefur svo mikið áhuga á. Það er alveg bara. En mér finnst núna, eftir að ég fór meira inn í skilina og ekki jafn opin og ekki kannski jafn mikið duglega pósta eins og ég var að gera og tala alls konar málefni og eitthvað, þá finnst mér fjölmiðlar til dæmis búin að stoppa rosalega að tala mig. Og þannig að ég er búin að vera rosalega mikið í þægindum finnst mér núna. Og svo var líka, eða þú veist, þægindum, minnst það búið að finnast það svona aðeins þægilegra, fattiði mig. Finnst það ekki koma líka bara svolítið með aldrinum? Jú, alveg, maður fer meira svona bara jú, að þú sett meira, eins og þegar ég var yngri, bara algjör partipía, skilju, en núna er ég meira bara, mér langar bara heim í kósi. Og það skiptir manni máli fyrir að breytast og bara klárlega. Og maður fer að pæla minna í þessum hlutum kannski. En þú ert náttúrulega rosa opin á samfélagsmiðlum, helengi. Þú talar þú ert með sjúkdóm sem þú talar, ég langar ekki að segja þetta vitlaust, þannig að ég ætla ekki að leyfa þér að segja. Mér líður þess að ég var alveg ég ætla ekki að segja vitlaust. Ég veit bara hvað þetta er út af frændi minn var með þetta. Já, ok. Þú veit talað um það og svona hvað þunglyndi og kvíða og búlimíu líka, ekki? Já. Hvernig, þú veist, hvernig fannst þér að opna á svona alvarlega og mjög persónulega hluti, þú veist, og hvernig ertu með þetta í dag og Sko, máli er að þegar þú opnaði á svona persónu, þá ertu að gefa náttúrulega rosalega mikið færi á skotum og bara það eru margir sem vilja bara meiða því miður, sem er ógeðslega leiðilegt en svo er bara svo mikill partur og stór partur af fólki þegar þú kemur með eitthvað svona rosalega persónulegt fólk kann svo mikið að meta það það sem ég elska hvað mest er þegar fólk er bara ótrúlega rátt, ótrúlega genuine þá er ég bara svona váka í tengi við þú er bara human og það er það sem ég fíla og ég held að það sé kannski eitthvað sem ég vil líka og hefur að gera bara með tímanum ég vil bara þannig að fólk kannski tengi við þú veist allan að það er stór partur eins og sem hefur verið með ádröskun rosastór partur hann er að ég meina við hittumst þegar svona á ganginum mástu á hvítabandinu það var, ég ætla ekki að ljúga það var pínu bara sjokk, alveg hæ já. Ég er náttúrulega búin að tala opinberlega þetta núna já, alveg, ég bara segi þó nokkur sinnum en ekki þá og ég hitti þess að línu á ganginum þú hún var leiðin í viðtal og þá var ég á dagdeild á hvítabandinu þetta er fyrst skipti sem ég er að segja þetta en ég bara segi þetta núna þú varst að tala um þetta opinberlega en bara leiðu opna eins og þú kannski kannast þið sjálf þú opnaði þetta og þá sástu bara hvað margir gátu leita til þín og spurti kannski bara svona hvernig er þetta, hvernig varst þú og fólk kannski komið sína sögur og þá er þetta orðið bara svona samtal og mér finnst það ógeðslega mikilvægt, alveg svakalega mikilvægt og fólk rosa þakklátt fyrir það einhvern veginn að þú opnir á þetta og svo finnst mér líka eins og með sjúkdómi minn mér finnst það mjög erfitt af því að þetta er leiðilegu sjúkdómir þú veist, þú ert ekki eins og þegar læknir mig var að greina mig þá var hann bara, mér er svo leiðilt og ég var bara drullusútur, bara hvað er að skilur búin að vera ógeðslega veik og búin inn á spítala og svo þegar ég fekk greiningu þá var ég bara eitthvað svona frábært, skilur, hvað nú þannig að það var ógeðslega mikið sjokk fyrir mér að fá hana sjúkdóm og ég ákvað að opna mig með það og bara ógeðslega margir sem höfðu samband að peppa og sem eru kannski í svipaðri stöðu en núna er ég bara að vinna mig út úr sjúkdómur þetta er ólæknandi sjúkdómur þetta er ólæknandi sjúkdómur en ég trú hann sér læknalegur þannig að ég er bara núna í svona holistik en ég hætti lyfjunum ég var alltaf 6 vegna fresti í lyfjagjöf á spítala sko þá það leiðir líka svo var þetta svona hinn parturinn á lífinu mínu, spítalalífið, þú veist að fara alltaf inn á spítala, það var ógeðslega leiðilegt og það getur verið ákveðin triggerandi af því að þetta var ógeðslega mikil trigger, eða þetta var bara svo mikið áfall að fá greiningu og vita bara frá lækni, já nú þarf þú að byrja á líftæknilífin sem er ónæmisspælandi lyf og þannig að ónæmiskerfið er bara ekki það er bara lok á því í staðin fyrir að það getur fara að ráðast á það sem að kemur inn að þá bara lok ofan á því þannig að þú er bara að fara að fá alla pestir þannig að þú verður bara rosalega mikið veik og ég var bara, já, frábært, bara yndislegt þannig að það er ótrúlega mikið áfall og líka þegar maður er svona ungur Já, varstu ekki bara 20? Jú, ég var bara 20 þannig að þetta var Já, ég er 21 tveggja, oh my god, það rennur allt í eitt Ég ætla að það að 21 í dag Já, einmitt alveg Þannig að, já, það var alveg svona það var mikið sjokk, en það gerði alveg mikið fyrir mig að tala um það
og mér finnst ekkert mál á tala um þetta í dag, bara ekkert mál, af því ég að vinna með útrússjúkdóm, þannig að ég að fara að segja, já, þegar ég var með Crohn's. Já, það ekki, hugafæri hlýtur að skipta já, ég bara trúi því. En ég held ekki að þegar það líður ekki langur tíma á milli, til þess að með átrúskuna mér, það komið einhver 6-7 ár, ég bara, já. En skilur, já, þá þetta ekki bara svona ekkert mál að tala um það. Vont, skilur, þegar það hefur ekki enga stjórn yfir lífinu þínu lengur, skilur. Þá maður bara eitthvað, já, puff þetta, skilur. En fyndið, áður maður fór að vinna í þetta þegar læknir minn sendi mig þarna yfir og ég var bara eitthvað svona, það enginn að fara að geta laga þetta, það enginn að fara að bjarga þessu, það hefur bara verið frá ég var 12-13 ára og af hverju ætti ég allt hérna að fara að hætta núna, það ekkert að fara að breytast. Og svo þegar ég fer, það var eitthvað, vorum einhverjum, það var eins og eitthvað svona workshop eða eitthvað og það var eitthvað sem ein kona sagði sem var bara þetta var bara svo búlsa í hjartað og það bara gerðist eitthvað í hausnum á mér og ég bara trúi því innilega, ég man ekki nákvæmlega hvað hún sagði. Ég var að fara að segja, hvað sagði hún? Nei, en það var eitthvað og ég á hennar fyrirlestur heima í möppu og ég bara svona, það eitthvað sem þessu kona sagði og þá bara gerðist eitthvað í hausnum á mér. En svo náttúrulega bara hélt maður, ég ekki að segja, ég bara hætti 110, en það varð einhver svona eins og mantra hjá mér, ég bara man ekki nákvæmlega og það pirrar mér svo mikið, ég man ekki hvað var, þetta skipti mér svo miklu máli, en ég fann bara, já, oh my god. Má hvað það geggja? Já, alveg fárlegt. Það á hvítabandinu. Á hvítabandinu, þannig að ég trúði bara enga veginn að einhver geti hjálpað að þetta væri, þú veist, að þetta var alveg svo ógeðslega mikið hjá mér. Þetta ógeð, þetta heltekur lífið þitt. En líka bara svo flott að tala um þetta því að þú veist, ég held að fólk sjá oft Instagram og heldur að lífið sé bara bara på 10 já, og bara dansar ósum og bara, þess vegna held ég að sé bara ótrúlega gott emma bara hugrakkur og vill deila, þá hann alltaf bara hjálpar ótrúlega mörgum og þið eru báða búin að gera það, sko. Við fengum þau líka svolítið til að tala um stjúpmömmuhlutverki. Já. Það var eitt sem ég langar að spyrja þig að því við erum að tala, meðan við erum á þessu topiki, það eitt tikk sem ég langar að fara í líka og það kaupfíkn. Já, úff. Mér finnst þetta mjög áhugavert orð. Já. Og þú hefur talað um þetta. Já, talað um það líka. Er það eitthvað sem að þú... Alltaf, maður bara handónið eintakina. Nei, en ég held, veistu hvað, ég held að þú... Alveg, já, svo var þetta og þetta, já, það farið Nei, við erum ekki, þetta er meira... Ég er að djóka. Nei, en af því að mér fannst þetta svona, how do you know? Já, how do you know? Ég er svona, oh no, langar mér að spyrja hana. Já, nákvæmlega, þetta var samt orðið, þú veist, þetta var bara ekki orðið eðlilegt, það voru allir í kringum bara, þetta er óeðlilegt. Þú veist, þú ferð í búð, skannar hvern einasta hlut, tekur bara allt með því sem þið langar í, þótti vanti ekki neitt, þú ert alltaf að kaupa, ferð í búð okkur einasta degi eftir að veslaðir eitthvað, til þess að fylla upp í eitthvað tómarum. Ok. Alveg, þú ertu núna bara I'm good. Nei, I had to hear. En svo var þetta bara orðið, nei, þetta var bara, mér finnst bara galið, þetta er svo langt frá hver ég er í dag, sko, ég er alveg bara svona vel með frekar, þú veist, ég vil bara ógeðslega vel og vil bara hafa lítinn fatarskáp og frekar þá bara og það skiptir mig einhver máli að þið noti sömu vöruna aftur í dag. Þú veist, það er meira cool að vera þar í dag heldur en einn í gamla dag var þetta meira bara, nei, ég get ekki verið í sama kjólnum aftur. Þú veist, ég get alveg farið í kjól í kvöld og svo bara eftir 2 vikur ég komin aftur í hann og ég kannski stæla hann bara hans öðru sig. Þú veist, það er líka bara cool. Mér finnst það, já, en er þetta ekki líka bara, þú veist, og þegar ég var að skoða eitthvað viðtal, þetta er líka bara svona að fylla í eitthvað tómarum, ég held að þetta tengist líka bara þunglindi og, veist, er það ekki þannig líka? Jú, og það er bara mikið tómarum sem ég kannski áttaði mikið, og ég byrjaði á sálfræðing þegar ég var 10 ára, sko. Þannig að ég hef alveg verið lengi hjá sálfræðing og mér finnst gott að vera hjá sálfræðing eða hjá ráðgjafa, mér skemmtilega, eitthvað betra, ég tengi betur við ráðgjafa í dag heldur en sálfræðinga, en þarna við kaupfíknu, þá fer ég til sálfræðings og sem að fer með mér í gegnum þetta og það gerði mikið fyrir mig og þar kom bara ljós að það var bara ákveðnar hólur þarna sem ég var að fylla upp í. Og það heitir þá bara, er þetta bara eitthvað sem þú ert þá greindur með? Já, bara kaupfíkn. Kaupfíkn bara? Já. Ég vissi nefnilega þetta var galið, sko. Þetta er, þú veist, ég held að það fari ekki milli mála með kaupfíkn. Já. Það bara að þú ég hugsa tilbaka bara, þetta er svo fjara lægi frá mér í dag, sko. En það er líka bara svo gott, en þú ert greinilega ótrúlega svona, mér finnst þú bara svo heilstift og búin að ganga og þess vegna varst þú að segja, ég er ekki að galla eindag, en ég held bara, þú veist,
ég held að þú ert bara svo hugur að tala um alltaf þessa hluti, ég held að margir með að díla við alls konar, en það er svo flott ég að vera bara, það ekki allir sem myndi en þetta líka parturinn að því að vera mannlegur þú veist, við erum mannleg og við göngum öll í gegnum erfiði, við tökum erfiðum misjafnlega vel og misjafnlega illa og það er alltaf eitthvað slæmt eða jákvæmt sem kemur út úr hverju einu og það er alltaf einhver útkomin sem kemur út úr því þannig að við erum öll að tengja við eitthvað, það er engin ekki með neitt, það er bara ekki hægt það er ekki human being veist, það eru allir að díla við eitthvað á einhverjum tímpúti það skiptir líka miklu máli að vera góð manneskja við náungan að það eru allir að díla við eitthvað einhver tíman þannig að, en já, mér finnst bara ég elska þegar fólk er bara hreinskilið, opið og líka þá getur fólk tengt meira við þig. Ég líka bara þegar þú gengur gegnum svona margt, bara miklu sterkari fyrir viki og myndir örgulega að ég hugsa allavega svona persónulega þegar erfið sem ég geng gegnum í lífinu að ég myndi aldrei skipta þeim út fyrir neitt. Nei. Af því að ég væri þá ekki manneskjan sem þú ert í í dag. Og mér finnst líka bara þú ferði gegnum eitthvað erfiði og vinnur í því, það er bara ógeðslega vont. Eins og vinkona mín var að byrja á sálfræðingi bara fyrst daginn, aldrei verið á sálfræðing og hún er búin að fara að ganga í gegnum sko þvílíka hluti. Hún bara, þetta er svo vont, mér langar svo að hætta. Ég var bara, ég veit að ef einhver segir að það sé þægilegt að vera sálfræðingi, það er manneski sem er eitthvað að vinna í sér. Veist, það er ekki þægilegt að vera sálfræðing, það er ekki þægilegt að vera ráðgjafa. Þú ert alltaf, þú veist, þú stendur bara frammi fyrir sjálfur og horfir á sjálfa þig bara, já, ok, shit, þú veist, ég er að fara að díla við þetta og ég þarf að vinna í þessu. Og það er ógeðslega vont. Það er ótrúlega vont að horfast í augu sjálfa sig. En eftir á, þá ertu bara svona, ok, vá, ég gat þetta. Þannig að það er líka bara svo, ég veit ekki, það er bara svo, það er náttúrulega vont líka bara að opna sári og horfast í augu við bara, þú veist, bara svona, já, ég þarf bara að díla við þetta, þú veist, þannig að þú svo auðveldra er eitthvað, að þú ítir bara niður með einhver annar hugsun og bara í pælu setna. Já, og líka bara með eitthvað eins og bara, þú veist, þeir sem drekka maður skilur, þeir eru náttúrulega bara að deyfa skilur, þannig, já, en mér finnst það bara ótrúlega flott hér og líka bara, ég mæla alltaf með, þú ert oft með pepline á þínu miðli, sem ég hlusta daginn. Já, hjá spjallinu. Já, mér finnst það geggja og skilur hann með ógeðslega svona sterkar haus, eða skilur. Já, ég svona, og mér finnst líka bara gaman að deila þessu. Þú veist, það sem er gegnum, þetta var rosalega skrítið, því ég er alltaf með stelpunum skilur að taka upp podcastið, við erum 3 ár. Svo var ég bara, já, ég er ein í stúdíónu. Já, það er svo geggja, þú, er ég að taka upp eða? Kemur ljós. Þannig að hausinn fer alveg 1.000.000 og ég finn alveg, ég búin að fæ margar fyrirspurnir fyrir að taka meira, að ég með lið í podcastinu okkur sem heitir Pepline. Í áskriftinni og hérna já, er það í áskriftinni? Já, það er í áskriftinni og hérna og ég fæ alltaf sendt frá stelpum bara hvernig að taka þetta fyrir næst og eitthvað svoleiðis, mér finnst það skemmtilegt. Já. Og ég veit ekki, mér finnst líka bara gaman að peppa fólk að ég hef bara óbeinandi trú á fólki bara, og það er bara pláss fyrir alla og fólk getur svo miklu meira en það heldur. Þannig að já, það er geggjað. Herðu, við ætlum að spyrja þig út í stjúpmömmuhlutverkið. Hvernig er svona þín upplifun af þessu hlutverki og hvað áttu mörg stjúpum? Herðu, 3 stykki. 3 stykki? Það er svaka. Sko að fara á því að vera 1 yfir því að verða 5 á heimili er svaðalegt sko. Já. Þannig að, og það sem að mér langar líka að taka fram, margir sem að pæla ekki í þessu er að þegar ég fer inn í samband með Gumma, kallinu mínum, að það þurfa allir bara að kynnast einni mannesku, ég þarf að kynnast 4 einstaklingum. Já. Fattiði mig, þú veist, það þurfa 4 einstaklingar að passa saman. Eins og hjá mér, þú veist, fyrir mig, þá þurfa öll þessi sambönd að ganga upp til þess að dæmi gangi upp, af því að ég held að það var mjög erfitt fyrir mig að vera í aðstæðum ef eitthvað á börnunum myndi ekki tengja við mig til dæmis. Ég myndi finnast það hræðilegt. Já. Það myndi, ég sko að því að eina mínu vinkonum, hún á stjúpbarn og alveg ekki fara neindroppa en ég má segja svo sögu en hún er síðan þannig að dóttir hans, þær tengjast bara ekki neitt og dóttirinn hefur bara aldrei viljað tengjast vinkonu minni sem er rosalega leiðilegt og maður skilur, það er kannski bara einhver ástæður fyrir því en það er bara dýnamík sem er bara rosalega erfið og hefur verið rosalega erfið innan þeirra sambands. En svo breyttist eitthvað aðeins eftir að þau eignuðust barn saman, þá var þetta meiri kannski svona family heild, en samt ekki nógu gott, af því ég finn eins og hjá mér að ég bara hræddi að ef það hefði verið staðan hjá mér, að þá hefði það hefði bara myndið hafa bara það mikil áhrif á mig, að ég myndi kannski bara svona, mjög líklega kannski velja
að bakka út. Já. Fattuðu mig? Einmitt. Eða skiljiði? Ég held að það væri að því að það magnað sko að ég og Gummi ná náttúrulega bara fárlega vel saman, erum bara mjög góð og dóttir hans, hún er 19 ára í dag, við erum bara bestu vinkonur, hún basically bara segir mér allt, stundum að svo mikið. Ég var það fallegt. Já, það bara, við erum bara, ég dýrka hana sko. Svo miðjan 12 ára í dag og hann afmæli eftir. Til hamingju. Takk. Og við náum rosa vel saman og svo það yngsti sem 9 ára en 8 ára, bara mesti dúll í heimi, bara náum ótrúlega vel saman. Þetta eiginlega bara svona, þetta eiginlega bara too good to be true, basically. Og það bara svo, og það eitthvað svona sem ég tek alls ekki sem sjálfsögum hluti, það rosalega margir sem eru í þessu hlutverki, að maður hefur talað þetta og fólk við þá að tjá sig það, að sem eru í þeirri stöðu að sé ekki svoleiðis. Og ég held að ég geti bara ímyndað mér að það sé bara skelfilegt. Já, það rosalega mátt og svona þessi átök sem eiga sér stað innan heimilisins. Ég get bara ímyndað mér að vera heima hjá mér og ég veit að einn einstaklingurinn bara þóli mig ekki eða vill mig ekki eða fattiði. Ég held að það sé rosalega erfitt. En hvernig það þá, þú veist, eins og með fannst þér ekki taka smá tíma með að finna svolítið svona taktinn með að til dæmis eins og skipaðum fyrir eða segja þeim til og hvernig sambandið, það eitt að ná saman, það annað að vera í, þú veist, að vera fóreld, og vilja bara að þetta þarf að vera, sko að ég vil bara að það sé gengið frá öllu, þú veist, ég vil bara heimilið okkar sé bara líkuð bara på 10,5, þú veist, ég bara þar og Gummi líka þar, þannig að það skiptir ótrúlega miklu máli að allir sé að ganga frá þetta, því ég nenni ekki að vera svo sem að gengur frá eftir alla eða Gummi svo sem að gengur frá eftir alla hann er alltaf implementa bara, ganga frá eftir sig muna að fara allir úr skónum á mottunni ekki fara út fyrir mottuna á blautum skónum þessir hlutir, en þetta tók alveg tíma að því ég var fyrst alveg, Gummi, getur þú beðið hérna að það var bara, krakkar, farið úr skónum á mottunni, þau eru bara, who are you? Örgulega erfitt líka, veist ekki svona hvort fótinn eða veist að fara þetta er algjört púsluspil og ég man líka og þetta er að koma inn þótt að við náum öll svona vel saman eins og hefur bara gerst með tímanum og líka bara frá byrjun að þetta er rosalega mikið púsluspil og sérstaklega líka hvað segir maður, svona tilfinningin ef hann ætti ekki börn þá væri við alltaf bara 2 svo er þetta vika og vika hann að þú ert að læra inn og við erum með börn 3 börn inn á heimilinu aðra hverja viku, það er svaðalegu pakki, það er svaka pakki fyrir manneski eins og mig sem á ekki barn ég sjálf að 3 börn að koma inn á heimili og þá bara svona, þú svona að læra inn á ryþman, þetta var svona ákveðin ryþmi sem að þurfti einhvern veginn að læra inn á hvernig var það einhvern veginn? Og ég fann það og það var oft bara svona sem ég var svona ég sagði líka á Gummastundi bara svona mér finnst þetta smá erfitt á tímabili en núna er þetta bara ég myndi ekki vilja skipta þessu út af því að það er bara gaman, ég elska bara þegar krakkavíkur við erum öll að borða saman þú veist, kvöldmat, það er uppáhaldstíminn við erum að borða öll saman, þú veist, við mataborðið þá komast allir að segja einhverja sögur, hvað gerði þetta, hvað er að frétta og svo skemmtileg samtöl sem eiga sér þar en þetta var alveg krefjandi á tímabili sem ég var svona ok, þú veist, meika maður þetta er alveg pakki, þetta er mjög mikill pakki og einhvern veginn að segja þetta sé ekki pakki þá var hann að ljúga, ég ætla bara að fá að segja það sko. Líka 3 börn líka á ótrúlega ólíkum aldri allir með sikkur þarfirnar og svo er þetta bæði stelpa og strákur þannig að þetta er krefandi og það þarf að hugsa fyrir öllum og það þarf einhvern veginn alltaf að ganga upp og svo þurfum við líka að sinna náttúrulega parasambandinu sem við getum samt, þú veist, við erum meira með paraviku þegar við erum bara 2 þannig að sem er næs. Þannig að þetta er alveg búið að vera púsluspil en í dag þegar þetta orðið að svo mikill rútínu þá er maður bara spenntur þegar maður er bara svona krakkarnir á að koma og þú þekkir einhvern veginn ekkert annað akkurat núna en í byrjun var þetta alveg svona við að reyna að kynnast og bara krakkarnir bara hæ eða fattum maður svona hei af því ég var aldrei að fara að segja eitthvað en að ganga frá disknum þú veist ég bara tók diskinn og gekk frá sem ég gera en þá fannst þér það ekki pirrandi? Jú, að þegar maður er bara svona þú ert bara eitthvað þú mátt ekki segja neitt þá bara svona hver þú veist, ég myndi aldrei vilja bara hver þú er að stjórna mér þú veist, það er eitthvað sem að ég sagði líka Gumma bara, ef ég myndi fá þetta viðmót einhvern tímann, bara ef ég myndi fá það í dag þá er ég bara
shut up, nei, tjók en þú, fatti, þú vilt heimilis og þú vilt geta sagt bara herðu væri og bara ákveðna reglur á heimilinu bara myndi að ganga eftir disknum klálega, og líka bara passa minnst líki út alltaf þegar yngstið kannski elskar að borða hérna og maður bara, diskurinn hér þetta bara í hvert einst og ég var alveg gærlega, herðu, ég veit og hann alveg hvað ég alveg, förum í svona verkefni á meðan þú borðar við diskinn og þú far 100 kall í hvert einasta skipti hann lakkur ekki 1000 kall, ég bara herðu rólu sko, þú ert að borða 3 á dag eða eitthvað yfir hann disk, þannig ég þetta er svolítið mikill peningur, ég byrjum með 100 kalli og þú gerir hvert skipti og þú ert hérna endalaust, þannig að þetta er bara komið slatur peningur, þú getur keyptir eitthvað og það gekk ekki hann að fyrstu strax var út og ég bara alltaf dóða en mátti reyna mátti reyna en finnst þið út í því ég var að googla með svona stjúpmömmu því að þetta var ótrúlega svona þetta búið mjög vinsælt topic hjá okkur þannig við vorum ótrúlega ánægðar að þú vildi koma og opnaði með þetta og bara spjalla þetta því að ég held að sé ótrúlega mikilvægt bara ótrúlega algengt í dag að séu bara þetta ekki, þú veist það allir með stjúp eða eitthvað svoleiðis og ég sá eitthvað það svona að þetta væri eitt vanmetnasta hlutverk sem til Ertu sammála því? Ég er sammála. Ég var að segja þetta, it is. Og ég held að bara allar þær sem eru í þessu hlutverki að eru sammála. Og ég man þegar ein stelpa sagði við mig, sýsti vinkonum mér kom til mín, mundu að þú munt aldrei frá hrósin sem átt skilið að heyra. Og ég held að þær sem eru í þessu hlutverki eru sammála því. Já. Þótt þú fáir, en að því að þetta er, að því þú ert ekki mamman, þú veist, og þú ert aldrei að reyna að vera einhver mamman, en þú ert samt í ákveðnum hlutverkum þegar að krakkarnir eru og þú ert að vera til staðar, þú ert að passa upp á allt gangi upp á svo leiðis og bara passa upp á, það er svo margt. Þannig að mér finnst þetta ótrúlega góða punktur og ég bara haft þetta alltaf bak við eyrað, bara svona, ok, þú ert samt að gera vel, skilur. Já, ég hef alveg heyrt þetta líka, þú veist, að hérna reyndar ein vinkonum mér sem, þú veist, hann var sem sagt hún byrjaði með 9 manni og honum leið bara, veist, eins og hans skoðunni skipti engu máli, því hann væri stjúpaminn það alltaf bara, heyri sussus þannig ég held að þetta sé líka svolítið erfitt og það enda með að hann var bara ég má segja líka ég skipti máli hérna heimilinu þú veist, það er heldur ekkert og þá var mitt vinkonum með alveg, auðvitað má hann vera bara ég verð líka geta sett mörk og verið bara foreldri þú veist, og ég held að það sé bara mikilvægt að þú gerir það, kannski bara á réttum tímapunkti þú veist, í byrjun það kannski bara svona erfitt sem að kynnast og svona bara, og svo bara implementar bara smá í einu og svo allt inni þetta bara orðið, bara eins og í dag mér finnst ekki erfitt að segja einhverja hluti sem að það er sem, ég myndi aldrei bara eitthvað hlustið á mig, eitthvað svona brjálu skilur, þú veist, ég myndi alveg klikkast en ég bara svona, come on þú veist, ég tek þennan alveg bara svona, nennið please að hlusta á mig bara, nennið að fyrir styrtinu, nennið svo að fara að lesa bara, getið að klára þetta þú veist, maður er kannski bara að segja sama maður er kannski búin að segja sama hlutin miljónsinu, það bara, ég er að fara að lesa, ég er með bókinu og maður bara svona, getur við please nógu niður og getur við bara klára þetta það er bara, ég áttur að gera 100.000 hluti shit, en það er líka en byrju, hvað var yngsti gamall þegar þið byrjuðu saman? Hann er 3 já, hann er bara tiny, bara með duttu þannig að hann eiginlega þekkjar ekkert ég er bara algjörmús hann er núlega bara eitthvað stór og ríðandi kjátt oh my god, þannig þú fórst bara í pakkan bara með, þú veist, sækja leikskóla það er bara heimanám, bara hún úlingur og hún alltaf núna bara hún var nýbúin að fermast minni mig, já, hún er 19 núna en samt gekk eitthvað þið eru góða vinkonur já, við erum alveg bara hún hefur verið kannski líka á góðum aldri finnst þér ekki svolítið öðru sem er stelpa og stráka? Jú, það er sko bara krakkarnir hjá Gumma, þeir eru svo svakalega opnir og það er svo næst og það hjálpa þegar ég er svo svakalega opin og þau eru öll svakalega opin þannig að það er að gera þetta svo auðvelt þannig að ég er búin að vera bara svona þetta liggur við svo meant to be hérna fyrir okkur eiginlega, þú veist, þannig að ég er eitthvað búin að vera að hugsa þess út í þetta þetta er svona too good to be true stundum út af hvað þau eru öll opin ef þetta væri öfugt, þá væri þetta miklu erfiðara sko. Já. Þannig að líka ég er bara svo miðjan, algjör svona grínari og alltaf með einhverju djóka og maður er alltaf hlæjandi og þetta er einhvern veginn dýnamíkin er einhvern veginn, það bara meikar svo mikið sens og ég er svo þakklátt fyrir það að þú veist, ég veit hvað ég er heppin hvað það varðar, en þótt þetta sé risapakki þetta er risapakki og líka ég hugsaði bara, þú veist
út af því að svona úlingur, þú veist, maður haldið að, þú veist, hún stelpa, þú veist, eða svona Ég hef verið bara já, og það maður heyrir oft þannig en það svo geggjað og þið verðist eiga svo ógislega, þú veist, sætt samband þau eru ofta að gera eitthvað ríl saman og hún mótil hjá þér og fara með til New York þannig, það er bara geggjað, sko bara yndislegt. Já, þannig að ég er mjög meðvituð að ég sé heppin með það og já. En þú líka greinlega leggir vinnuna og Gummi greinlega ótrúlega góðu pappi, skilu, þú veist, þannig það er bara geggjað. Bara dæmi gengur upp, þótt að maður sé stundu bara svona, þú veist, það er svona mikið að gera hjá manni sjálfum. Það er freaking mikið, Já, þú veist, það er mikið að gera hjá manni sjálfum og það eru allir eitthvað svona, allir með eitthvað, þú veist, það eru allir með eitthvað, hann er maður svona, já, ok, allt í lagi, látum þetta ganga. Dáist það, sko, mér er bara... Ég er oft bara krakkar, bara, þú veist, því að þetta er krefjandi. Já, algjörlega. En ég myndi aldrei verða, að því ég veit ef ég er mamma sjálf, þú veist, með mitt eigi barn, ég myndi tala við það öðruvísi heldur en eins og stúpkrakkana. Þú veist, stúpbönnin. Út af, ég myndi aldrei, þú veist, kannski með mitt eigi barn myndi ég kannski missa kúlið. En ég myndi aldrei bara missa kúlið við. Nei. Þú veist, það er alveg, ég finn það hjá mér, ég er svona... Þetta er öðruvísi. Já, ég get ímynda mér að þessu auðveldra bara við þitt þið fatti hvað ég er að meina, já. Skiljið þið? Þú svona getið skiljið. Líka því að þú veist, ég held að sé líka svona eins og mín tilfelli, maður bara svona eitthvað hjólar í allt. Já, algjörlega. Bara tek þetta, gera þetta og er bara svolítið bara svona með þriðju vaktinu við barninu á heimilinu, skiljið. Þannig að þetta er alltaf á vaktinni. Já, þannig að þetta er svo mikill munur. Þetta er allt öðruvísi. En hvernig finnst þér, þú veist, einmitt þess að þú sagðir með þetta með að vera vannmetinn og að fá ekki hrósin, finnst þér það ekki svolítið erfitt? Tekur það ekki svona tól á þig? Ég gerði það fyrst og ég þá talaði líka við Gumma, eins og ég segi, ég tala alltaf hlutur leiður að koma í hausinn á mig, þá þarf ég að koma þeim út úr mér og þá sagði ég við hann, ég er svona tilfinningin var, ég er að standa mig ógeðslega vel og mér langar svona að heyra það líka og ég veit að þú sem mamma eða pappi, ég veit að það er ekki að hrósa Gummendlega bara svona, hvað þú ert góður pappi, þú veist, það er bara þín skylda að vera gott foreldri ef þú kemur með barnið heim, 100%. Sorry, það er bara þannig en að vera stjúp foreldri og ég veit að þetta er verkefni sem að ég vil fara í þetta hlutverk að sjálfsög, ég vil gera það bara eins vel og ég get að þú vilt heyra, you're doing good honey, skilur þú? Og hann var búinn að segja eitthvað svona við mig, þú veist, það er bara svona eitthvað vákað ég kann að meta hvað þú ert góð við börnin mín. Að þá segi ég við hann, þú veist, ég væri til að heyra oftar frá þér að ég sé að gera rétt, þótt ég veit ég sé að gera rétt, en að heyra það frá þér, lætu mig líka vilja gera enn betur. Fattið? Þannig að já, að því ég hrósa honum alveg reglulega, þú veist, og að því mér finnst hann frábær pappi, hann fer alltaf í öll verkefni, alltaf allt græjað, allt ógeðslega vel skipulagt og þú veist, alltaf hreint, þú veist, hann bara passar upp á að allt sé bara upp á 10. Þannig að, já. En jú, mér fannst það mjög svona, þetta var svolítið svona overwhelming einhvern veginn. Já, í byrjun þegar maður var einhvern veginn svona til langar að heyra þú sérst að gera vel og þú sérst að gera rétt og sérstaklega við vitum bara þá bara við allt í lífinu að þegar við fáum hrós þá viljum við gera betur. Þetta er líka svo stórt verkefni og þetta er ekki auðvelt verkefni. Nei, nákvæmlega. Alls ekki. Og þó svo að allt gangi vel og skilur, þá er góður, algjörlega. Samt rosa mikið. Hefur einhvern tíma verið eitthvað svona, ég þarf tíma, er þið með eitthvað svona reglu ef þú þarf tíma fyrir þig? Já, bara time out. Já, ég fer alveg bara svona, herrið, nú ætla ég að fara inn í herbyggi og ég ætla bara annarkvort að skrolla í símanum eða ætla að horfa þátt. Eða bara þetta eyrnatapp í eyrun og bara liggja upp í rúmi og svo kem ég bara eftir hálftíma. Já, ég þarf time out, sko, alveg klálega. Og ég held að bara allir þurfa time out. Og einhverjum tímaböndum, Gummi fyrir alltaf í gimmið, svo hann tekur það alltaf á mótnana, skilurðu. Þannig að þetta fyrir Gummi í gimmi. Já, er ekki hvað? Ég tók ekki öðrum. Anna var í skrýti. En ertu búin að svona, fórstu á eitthvað svona námskeið, er eitthvað svoleiðis? Þú veist, er eitthvað svona stjúpmömmu? Já, er eitthvað svoleiðis? Já, en ekki námskeið, það er enda varlega bara, how to become. En námskeið, fyrirlestur eða eitthvað. Ég veit það ekki, ég var bara pæli, er eitthvað svona. Það var regla, þú veist, næs eins og fyrir þær sem að finna fyrir kannski líka svona ekstra miklu mótlæti eða fattiði mig sem að ganga í gegnum bara mjög erfitt, það voru mjög gott fyrir
þá einstaklinga geta haft aðra til þess að tala við. Einmitt, já, aðeins spegla sig. Já, community. Það þurfti klárlega community. Já, það bara svona, vá hvað ég tengi, þú veist, þetta tengja við þetta, bara svona, vá, já, er það djóka? Er það ekki? Hlýtur að vera. Ekki svo ég veit. Einhver Facebook-grúpa. Nei, og ég var að hugsa eitthvað, ég samt ekki að þú veist, út af því að stundum ég bara eitthvað svona, þú veist, ég eignast dóttur minna, þá var ég bara, ég vildi að maður koma bæklingur, því maður veit ekki, þú veist, ekkert svona eitthvað umbuhópar. Já, eða eitthvað sem eða bara googla bara eitthvað stjúptengsl eða eitthvað, þú veist, ég veit það ekki. Máli bara þetta getur verið svo ótrúlega mismunandi eftir aðstæðum, skilur, þú veist, allt öðru þessi aðstæðum, skilur. Já, þannig að þú veist, þetta svona, það svo fyndi hvernig, þú veist, þú veist aldrei hvað einhver eru að upplifa, skilur. Þannig að ég held að það sé kannski meira eftir svona eitthvað svona, kannski að tengja við einhvern og eitthvað svoleiðis, að einhver svona, ok, ég er ekki skrítin fyrir að líða svona, eða ég er ekki vond fyrir að líða svona, þú veist, ég er ekki vond manneskja, skilur, að þetta er erfitt. Já, algjörlega. Já, þess vegna kannski líka voru margir að biðja þetta umræðefni, skilur, út af því að það eru svo margir sem bara vilja mitt bara tengja og er ég að upplifa það sama því að þetta svo hjúts eitthvað neginn. Já, og líka bara rosa mismunandi, eins og þú varst að segja. Já, þannig það er mjög gott, sko. Við erum mjög þakkláttar og vildir opnaði með þetta og bara geðveitt gaman að sjá þig eitthvað neginn í stjúpmömmu hlutverkinu. Já, það er bara svo engu yfir í 3. Já, það er ógeðslega, sko. Ég væri bara... Ég líka saði við Gumma þegar ég fann fyrir, þú veist, svona overwhelming tilfinningu þegar maður byrja að kynnast, þá var ég bara, þú áttaði á því ég er að kynnast 4 einstaklingum. Þú veist, þeir eru öll að kynnast einum, þeir eru öll bara að kynnast mér, ég er að kynnast 4. Þannig að ég sagði bara, þetta er svaðalegu pakki og hann bara, ég veit, ég getur svo ímynda með það. Oh my god. Og hefur alveg borið virðingu fyrir því, bara sem betur fyrir. Já, bara þínar þarfir. Já, algjörlega, já. Og ég er líka dugleg bara eitthvað, herðu, ég bara þarf að fara út núna, ég ætla að taka rúnd. Og svo kem, þú veist, að ég er líka bara þannig sem einstaklingur, þú veist, ég þarf ofta að vera bara ein og það saman hvort sé bara, þó ég væri bara ég og Gummi, þá þarf ég time out. Hvaða stjörnumerki ertu? Í Fiskur. Ha? Já. Það? Aha. Já, ég nefnilega... I didn't know. Fiskur, ég hef ekkert tímann... Ok. Ég hef ekkert tímann heyrt það. Ég held að... Var ekki Hera eða eitthvað að segja? Jú. Já, ég minni ég fór í podcastið til hennar og svo kom hún líka til okkar já. Veistu hvað þú ert í tungli og... Já, ég var allan rísandi ljón, það er sem ég veit. Ég var að segja, ég var bara 100% eitthvað ljónis. Já, obviously, sko. Þannig að ég á að vera út á við, eins og þetta að segja, út að fara meira. Já, ég ætti að halda á að vera ljón. Já, that's why. En hvað ertu í tungli? Ég man ekki. Já. Við erum allar í þessu. Já, ég þarf að tjekka. Ég er alveg með bókina heima. Það er svo gaman að pæla í þessu, sko. Ég veit það. Við erum bara snar, sko. Ég er bara alltaf bara, já. Núna er in her Virgo season. Ég er bara, ég elska líka bara haustin. Já, það er minn tími líka. Ég er bara layers, jakkar. Bara fyrstu seft, ég bara fóru bara fyrir viktina. This is my time. Ándjóks. Svo mikið. Oh my god, en byrju, þú ert bara að fara til New York, ertu búin að pakka eða, þú veist? Nei, ég sko pæli hvað er galið. Ég gerði nýtt collection sérst fyrir sjóið og ég ætla að koma út með einhver pís. Ég ætla ekki að gefa allt collectionið út. Þannig að sumt er bara svona til að sýna og sumt verður bara til þess að, eða verður til að sýna og til þess að kaupa. Ok. Og ég er bara nýbúin að fá lokar pröfurnar af hverju lúki. Ég fekk það bara fyrir sko 4 dögum síðan. Þannig ég var bara oh my god. Típist eða pakkir með til tínast. Já, líka það er bara típist Ísland. Já, nei, ég veit það. Ég var líka bara oh my god. Það búið mjög stressandi sko. En allan eins og er allt búið að ganga upp. Þannig að það er bara eins gott að taskan komið með mér alltaf leið yfir. Ég sko bara teipan við hendina mér og já, þú eru bara þú veist, gera eitthvað veist, en hvað gerur þið með þetta í svona, þú veist, stressuð bara svona, eitthvað loka bara Herði, já, ertu með ráð? Við glemum ráðin okkar það getur verið svona síðasta já, ráð ef þú ert með svona ráðvikunar já, sko ráðvikunar, ok, ég veit ekki hvort þið ráðið ekki en þetta er eitthvað sem ég lifi rosalega mikið eftir og mér finnst eitthvað svona margir gætu tekið þetta til sín og hugsa þetta og svona er að gerði eitthvað í dag sem að framtíðar þú mynd þakka þér fyrir. Þetta er bara fast í hausnum að mér. Þetta er eins og bara að segja mér svo þú væri kannski að fara bara á æfingu og þú ert bara ég nenni ekki á æfingu, við vitum öll hvað tilfinningar þetta er og þú ert bara svona, svolítið latur, svo ertu bara, jú, já að fara, en þá var bara svona, herði,
ég ætla að fara á æfingu í dag að því ég veit að 50 ég, 60 ég og eftir að þakklátt fyrir að ég tók þessar æfingar þegar ég var yngri. Þú veist, ég æfi til dæmis með þessu hugafari að hugsa að fyrirbyggja hluti sem ég get mögulega gert, þannig að mér líður betur þegar ég er orðin eldri. Þetta og líka kannski bara við, ég nenni ekki að setja í vél og taka úr vélinni og kannski hengja upp eða að ég er ekki þurrkara, aldrei á þurrkara. Ekki heldur. En það, vel gert! Ég er alltaf aldrei heyrt þetta. Ég er bara elst upp. Ertu með 3 börn og enga þurrkara? Já, engan þurrkara. Enga þurrkara. Oh my Það god. einasti sokkur á grindina. Sammála. Vel gert, þú vildi ekki ánum við þetta. God. Ég hef ekki heyrt þetta áður, ég er alltaf ein. Ég er í sjokki, mjög það glöð. er allir bara eitthvað að eða. En veit ég tengi bara þurrkara við að fötin verði lítil. Já. Ég held að þetta væri bara eitthvað svona, af hverju er allir að nota þurrkara svona mikið? Svo eru bara ókslega umhverfisvæna og nota ekki þurrkara. Já. Þetta er svo mikill orku. Bara, En allan að, þetta er líka við, segjum eins og það, bara eitthvað, ég nenni ekki að setja í vél, þarf að setja í vél, að ég gera það á morgun. Nei, ég ætla að gera það núna, af því að framtíðar ég á morgun áttur að vera bara, takk fyrir að hafa gert þetta í gerð. Já. Þú veist, þetta á því svo rosalega margt. Þannig að gera eitthvað í þetta var dag. mjög gott. Þetta var geggjaráð. Oh my god. Líka geggjapeppandi. Þannig ég fann þetta upp. En bara takk fyrir að koma til Já, ógeðslega gaman að koma. Það okkar. spurði einu Já, spurningu, sorry. já. Við erum alveg bara Ég ætlaði bara að spyrja þetta mjög basic. Ertu með eitthvað svona uppáhaldsvöru frá Define the Line? Jú. Fyrir eitthvað sem er bara eitthvað, Já. mér langar að prófa eitthvað. Já, kannski það smá eru yfirþyrmandi, hvað maður á að Buxur Já. sem að fór rosa langu tími í að gera. Sem voru að koma. Já, jú, náttúrulega fyrir utan þær sko. Já, það er náttúrulega alveg, það er þær settust það er upp einhver strax. Já, Það svo bara, púff, já, það er bara- og svo bara komu, Geðveikt. Mér langar í svoleiðis. Já, já, mér það eru langar geggjaðar. Mér langar í það, það er bara Svo setti ég Sorry, so down. En segðu okkur. Já, sko, það heita No Front Seam Tights, þetta eru vinsælustu buxurnar og þær eru nýlega komar í tól version, af því ég tek tól og þetta eru bara þælustu æfingabuxur og líka sem leggings, eða úr típan sem vilti verið leggings úr kjóla eða eitthvað svo leiðis. Þær eru geggjaðar og þær eru svona, þær eru háar í mittið, þær eru engin teygja efst í strengnum, Já. þannig að það er ekkert að skerast í nice. þig. Þetta eru bara geggjaðar buxur og svo er ég ógeðslega ána með nýjustu típuna sem var bara droppin daginn. Svo opnaði ég fyrir forpöntuna og komið 750 forpantanir og ég var bara eitthvað á 16 tímum og ég var bara ég þarf að loka fyrir þetta, senda Oh my saumastöðuna, God. ég bara þið verður bara að sauma bara 1500 stykki og bara getur þetta please verið komið núna bara fyrir lok mánaðins, þau bara já, bara setjum þetta priority og bara við græfum þetta og ég kom takk. Oh my Er það god. buxur sem ég er að tala um? Já. Er það ekki? Já. Er Jú. það ultra soft straight pants? Já. Já. Það eru geggjaðar. Þær eru geðveikar. Það er Ég elska sko. líka sittina svona Og bara Já, svona svona straight aðeins leg, yfir. eða skilur, þú Já, getur verið já. í peysu yfir Já, eða eitthvað svona ekki einmitt. eins og sérst. En mér langar að byrja hvað, já, við kannski setjum bara í story okkur hvaða út ég var líka til að prófa Gerðu sko eftir síðunni, Já. gerðu þá 0103, alveg vörunúmerið, 0103 alveg við þetta enginn. Ó já, hérna Já, er það þetta eru Ó, það eru regular. geðveitt svona háar Já, þetta eru regular og svo eru líka til í tól. Ok, geggja Ég fer ekki það. Ég hef Nei, Já, í tól, já. Ég er hérna. En mér finnst það geðveikar En þetta eru semst vinsælustu buxurnar. Geðveikt. Ó, næs, heyrðu, geggjað bara, takk eðislega fyrir að koma Ég takk fyrir að fá mig. Já, bara, vá, þetta var geggjað þáttur Og bara góða ferð. Góða Fyrir, ferð sko, ég er svo spennt, ég er bara Jésús. Það verður geggjað. Já, Mjög við spennt. náttúrulega, já, þú sýnir alltaf gram eða Já, ég ætla að reyna að vera dugleg og bara fyndi samt við sjóið sjálf þegar sjódagurinn ég fæ ekki að sjá sjóið, ég er baksviðs Já, þannig að ég missi auðvitað. af öllu þannig að ég er bara eitthvað Gummi, Lilja svo er ég búin að lega ljósmyndur úti bara þeir að fara að græða þetta allt fyrir mig, Já. þannig að ég fá þetta allt leið þú þetta búið Oh my það god, verður geggjað. þetta verður geggjað hjá þér, bara til hamingju með Thank bara you. allt, bara lífið og allt Bara gangi er ótrúlega vel. Já, takk fyrir að koma Bye